Þetta verður harðasta samkeppnin sennilega. Já, þetta verður náttúrulega ekki svona walkover eins og þegar þú varst fyllibitta þáttar eins og það allt. Þetta getur verið alveg keppni. Það var líka gert viljandi, það var alveg óþolandi keppni. En hvað sko... Talandi walkover, þú er ekkert spáðið hefur verið með svona King of Klámhundana. Við vorum líka búin að ræða að taka þetta út sko. Það má ekki ræða þetta. Nei, það má ekki ræða þetta. Blöð byrjar þetta ekki sko. Nei, ég veit það, Blöð byrjar nefnilega alltaf að ræða. Það er málið. Það er sko, ef maður talar ekki þetta þá heldur fólk að við hefum verið að meina þetta á sínum tíma sko. Nei, menn við tölum ekki. Það veit ekki hvort að tala lengur. Ég er bara ekkert meira á neinu síðum en aðrir. Nei, og það ég sverða. Þetta er bara djók. Já, ég veit, þetta er djók. Þarf ekki að taka það fram. Þetta er grín þáttur. Rugglir þetta. Strax í byrju þáttar. Já, King of Christmas. Hvaða spurningakeppni varstu með hérna? Það er svo fyrir svipur að þú ert að hata þetta. Þetta er bara óþolandi. Ég var alltaf að vinna á þetta. Ég var bara að grínast, en aðeins það er fyrst upp þér. Mér fannst þú okkar daufur þetta í byrjun. Já. Ég var að vekja þig. Hérna, King of Christmas. Ok, hérna Steindi, ég sverða upp á líf mitt og bara líf móður minnar sem ég elska meir en allt. Þú ert ekki klámhundur og ferð ekki meir en á neitt klám heldur en aðrir og þetta er alltaf bara verið djókið mér. Takk fyrir það. Það er búið að hreinsa andrúmsloftinn í stúdíóinu og þetta er bara málega dött. Já, en segðu mér hvað varstu með í spurningakeppninni þegar þú varst með Nonna Tattoo og Rikka G, Kleinurringin? Já, með King of the Body Fat. Já, ok, hver vann það? Richard. Ok. Þetta var náttúrulega engi samkeppni. Já, samt Nonni Tattoo er sant. Hann er orðin akfeitur. Já, sko, hann á samlokustað og hann er brauðfíkill og Novacross-fíkill. Þannig hann er líka alveg og elskar súkkulaður. Ég laka til að heyra í Jóngunnari hérna næst þegar þú ert nýbúin að segja hann er hann akfeitur eða ekki. Hann eftir að fíla það að heyra komandi frá þér. Ekki spikfeitur, akfeitur. Sorry. Mjög ánægð með þessi stendur ég. Það er íslensk slúður í fyrsta sinn í langan tíma. Það er brakandi festslúður og svona, ég er náttúrulega búin að missa af sko 2 þáttum. Ég var út af þessum tökum og fleira og þá bara safnast í inboxin. Já, það er bara svolítið svoleiðis. Komið hellinga góðu slúðri. Hellingur af slúðri. Já, svo eru menn að tala að reyna að taka Kaffitár Tristan hérna og einkamál og þetta. Það væri gaman. Egil kom þessu hugmynd að langt síðan Tristan hringdi á kaffihús hérna í Reykjavík og reyndi að fá date. Ég sammálaði. Það er ógeðslegur karakter samt. Já, sko, það má deilum það. Hann er náttúrulega bara, já, hann er bara að redda sér hérna deiti og sérstaklega svona yfir jólin, það er kallt úti og... Já, en nú verði ég að spyrja ykkur drengir, það er 11. desember, hvorki minna, eru þið konur í jólaskap? Það er að læðast inn. Það kemur alltaf seint hjá mér og fer líka seint. Ég er í jóla sko, ég dett í... Fer seint? Já, við erum svona að tala svona 15. des til 19. feb sko. Já, ég er alveg sko, ég leiði seríunum að hanga inni. Mér finnst það skemmtilegt að hafa ljósin inni og ég tek kannski niður jólaskrauti. Ég leiði seríunum að lifa svolítið. Og hvað ertu þá í jólaskapið bara allan janúar? Já, þá erum við bara með tréð ennþá uppi maður og kósi. Já, bara kósi. En Egil, þú komin í jólaskap. Þú ert náttúrulega ekkert í jólaskap. Já, ég svona bara léttiði mér eins og aðra mánuði sko, ekkert eitthvað öðruvísi skapið núna en í október eða nóvember. Sko, fyrir mér, þá dettur þetta inn, þú ert í traffík á Sæbrautinni, bíl við bíl, allt færist hægt, mjög hægt og alveg óþolandi hægt og það er hérna jólatónlist stöðugt í gangi í útvarpinu, þú ert ekki búin að ákveða hvað ætlar að gefa fólki, þarft jafnvel að fara í Kringluna og Smáralind og kannski á Laugavin. Þetta fyrir mér svona stressi sko. Þú vilt stressi? Já, ég verða að fá stressi. Ég fyrir jólaskapið þegar ég á kannski eina til 2 gjafir eftir og fer í Kringluna, Smáralind, Vestlaðir og svona. Það er eitthvað kósið. Skvettir í þig. Já, ég á allar eftir núna. Skvetti í mig. Hvað heldur þessi fullur að Vestlaði jólagjafir? Það tekur 3-4 á kranni bara upp á að svona bara mýkja veskið. Mýkja veskið. Já, það er veisla í dag, kæru hlustendur, og hún er hafin. Fyrir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Öðnum blanda leiti ég og beint á móti með sitja Egill Einarsson og Steinþór Hróa Steinþórsson sem átti afmæli á miðvikudaginn. Til hamingju með það, Steindi. Takk fyrir það, Hvernig var afmælisdagurinn? Ég er svo rosalega mikið afmælisdagur. Hann var mjög góður. Hann var reyndar sko, það var ekki rosalega afmælislegt við hann sko. Nei. Ég var bara svona, ég þurfti að vinna og hérna Vinna, hvað varstu að vinna? Við vorum að ganga frá skaupinu. Já, ok. Það svona leggja lokahönd á það, en ég keypti mér stól
og ég fór í klippingu. Keyptir þú stól? Já. Í afmælisgjöf þá frá sjálfu þér? Já, og svolítið svona, ég keypti mér stólinn í stofu. Karri gulan maður. 300 krónur stóla? Nei. Hvað kostaði hann? Hann kostaði 50.000. Við segðum nú bara satt, varst það þú sem keypti stólinn eða var það konaðin? Það var sko svona bæði. Svona ég lagalega hún. Meira hún? Já, það var hún. En ég fór í klippingu. Já, það var alveg þú. Svo fekk ég tertu og þetta var bara svona mjög eðlilegt. Þannig að smútt með núna afmælisklippingin. Já. Ok, nice. Það setja eitthvað út á hana. Það ætlar að setja eitthvað út á hana. Nei, mér finnst hún ógeðslega flott. Bara mjög flott. Þetta er bara venjulega herraklipping sko. Ég er síðast maður sem getur fara að setja út á klippinguna. Já, þetta er bara svona fín klipping. Ég er bara svona kliptu stutt. Ég er ánægður með hana. Það minnst bara mjög myndalur. Það kom að slúðri hér í FM 95 Blö og ég ætla að byrja slúðrið á Scott Disick. Vitið hvað það er? Nei, ekki hugmynd. Scott Disick? Já, hann er í Keeping Up with the Kardashians og er fyrrverandi kærasti Kourtney Kardashian á 3 börn með henni og það er búið að vera bölva vesen á kallinu því miður. Veistu alltaf vera með Kardashians? Hann er á kóka. Já, hann er búin að vera að dæla í sig þessi. Hann er í bullandi veseni með áfengi. Hann er með hérna alveg. Ég veit ekki, og kannski eitthvað meira. Það er bara að tala um áfengi hér. Já. En hann er hættur að drekka og hættur öllu partistandi eftir 3. eða 4. meðferðina sína. Hann er búin að fara í að nokkrar. En þú veist, við erum búin að googla hann hérna. Á hver einustu mynd þá lítur út fyrir að vera með sko, já, hann lítur út fyrir að vera svona allavega svona 3-4 grömm af kókaín í blóðinu á öllu myndunum. Það er bara hannig. Getur þú dæmt um það bara á myndum? Nei, bara svona, hann lítur út svo geðsjúklingur. Við erum að horfa á hann. Galopin augun og... Já, hvað hann með lokað augun? Já, svona, þú veist... Hann er með galopin augun. Já, sýndu auðvitað þessa mynd hérna. Hann er svona á öllum myndunum. Já, þetta er ógíslega. Þetta er ógíslega mynd. Það er ekki að segja mér að þessi maður sé hættuninu. Jó, þetta er gömul myndvillisingurinn. Þessi er ennþá á dælunni, sko. Nei, þetta hérna er nýjasta myndin á hann. Þeir sjáu bara, hérna er hann bara kósi að labba með konu og barni og það er ekki eins og hann sé alltaf í partíu þó hann að fengi sér eitthvað helgar, sko. Hann er bara kúplast út í Kardashian-fjölskyldunni fyrir að vera allt yfir sig. Nei, alls ekki. Nú er verið að tala um að Kourtney Kardashian sé að spá í að gefa honum annan séns. Mér finnst eins og þess að Kardashians manneskjur séu alltaf að gefa sjensa út um allt. Passar það ekki? Jó, það eru sjensagefnir. Það eru rosalega sjensagefnir. Mér finnst eins og þessum alltaf að tala um að einhver úr Kardashians sé að byrja með einhverju þvílíkum haug sem var með allt niður sig. Já, sko, hann náttúrulega, þessi var að fara í svona 4. eða 5. meðferð og svo var náttúrulega systir hennar Khloe, hún Kourtney Kardashian, hún Khloe Kardashian segi, hún var náttúrulega með Lamar Odom sem var bara fannst inn á einhverju gleðihúsi út úr dópaður. Er ekki bara partí í kringum þessu fjölskyldu? Já, ég fann að halda það. Mjög skemmtileg fjölskyldu. Já, stanslust rugl í kringum fjölskylduna, sko. Kevin Hart var með mjög góðan punkt, sko. Hann talaði um að Kardashian fjölskyldan gerði, sko, Lamar Odom að krakkvíkli, breyttu Bruce Jenner í konu og það verður gaman að sjá hvað það gerir af Kanye. Já, sko, þú veist, að pælir í því ef þú eru búin að fara í meðferð 5 sinnum myndi maður ekki fara eitthvað annað en til Kardashians. Það er bara, er það ekki farið með fyrir 5 sinnum, hann náttúrulega búin að vera með henni í 20 ár, þessi gaur, sko. Nú. Já, þau eiga 3 börn og þannig að hann er alveg ástofanginn. Já, ég veit ekkert um þetta. Og það, ég meina, hvað ert þú alltaf inn að fara að stæma Scott Disick? Menn eiga bara stundum í vesinni með áfengi og hann er að leita sér aðstofar. Ég bara held ekki með Scott. Hann er að vinna í sínum málum. Já. Sýtur hann með eitthvað kaffibólla og heldur þú sért einhver messiah hérna. Það er sjálfur hundblautur ógeðslur. Hann alltaf er að vinna í sínum málum og það sem er gott við þetta er að Kourtney Kardashian er núna að spá í að gefa honum, eins og ég segi, 1 séns í viðbútt. Og fjölskyldan, mamminar og systur hennar segja, ok, ef að þú gefur honum þennan séns, þá er þetta síðasti sénsin. Ég veit ekki okkur ég er að segja frá þessu. Það eru búin að setja stóli við dyrna bara. Já, það er að hafa gert það áður, sko. Ég er alltaf með, maður er alltaf að tautum sömu hlutina hérna í þessu blessaða slúri. Getur þetta að vera hætta með slúður? Já, þetta er það, þú veist, út með slúður mann sem kannski 1.000 hlustundum hafa heyrt um. Já. En þú veist, svo eru margir sem hafa gaman að heyra þetta, sko. Já, svo er ég reyndar hérna með slúður mann sem allir þekkja og hafa heyrt og það er Steven Seagal. Og þessi söngvari og tónlistarmaður, hann reyndar kalla sig ekki Steven Seagal þegar
hann að semja tónlist þá gengur hann undir listamannanafninu Mojo Priest. Mér finnst það sérstakt sko. Þú var að ræða það eins betur. Mér finnst það bara mjög töff og hann að spá í að henda í nýja plötu, strákurinn. Já. Hann hefur verið rólur, náttúrulega gefið út plötun eins og Songs from the Crystal Cave og fleiri góðar og hann að vinna í nýju efni og það bara virkilega gaman fyrir mig og aðra aðdáendur hans. Sko, ég mikill aðdáendurs líka. Ég hef aldrei farið, sko, þú hefur farið á tónleika með honum. Já, fór á, það var uppselt í Puppet-húsið í Kaupmannahöfn. Einmitt, hann náði að fylla Puppet-húsið. Bestu tónleika sem ég farið á. 300 manna stað. Það að kaupa þess að diskin með Steven Seagal. Hvað sagði, 300 manna stað? Ekki? Nei, 700 manns. Nó, ok, sko, málið það. Það var uppselt 2 kvöldir röð. Stráka, við höfum oft talað að flytja inn hinn og þessa. Við vorum að tala að flytja inn William Hung á sínum tíma, ekki? Simmi Will gerði það. Nei, við vorum ekki að tala það. Við ætlum að flytja inn Coolio og Rodney Shikali sem fyrirhund NBA-maður og DJ í dag, mikill meistari. Steven Seagal. Strákar, nú ég ekkert að djóka. Hvað kostar að fá Steven Seagal með 2 gig á NASA? Það örugglega allt og dýrt. Það? Ekki, menn þessi kall, hann vill bara fara í bláa lóni og... Þetta kongurinn. $5-6 Já. Klárt. Nei. Byrju, nú er hann tónlistarmaður, ekki? Já. Þá gengur hann undir nafninu Mojo Priest. Hann lítur að vera með þá lögin sín á YouTube, eða ekki? Ég held að hann sé ekki samstarfið í YouTube. Samstarfið í YouTube, því líka meistari. Ég meina kannski ef þú ferðin á Mojo Priest. Já, það náttúrulega diskurinn sem þú ert að leita er Songs from the Crystal Cave eða þú vilt eitthvað. Hann reyndar alveg með Það fullt að lögum hann á YouTube. Hann með 11.000 views hérna bara á. Það nú ekki mikið. Það kemur bara ekki óvart, ekki 11 milljónir. Nei, 11.000. Það mjög lítið. Það voru þetta nýkomið inn. Við hvetjum í einu. Hérna með Slow Boat to China sem er vinsalasta lagið hans. Það er með 143.000 milljónir. Slow Boat to China. 143 milljónir. Heitir lagið Slow Boat to China. 143.000 Eldur virkilega sem er 140 milljónir. Þetta er ekki Justin Bieber, sko. Nei, Spikfeitur Steven Seagal. Slow Boat to China er enda ógeðslega gott lag. Slow Boat to China Þú aldrei heyrt. Ok, syngdu núna Slow Boat to China. Maður segir að hvernig ég bara gerir, það er trend sem gerir ekki. Þú reynir ekki að syngja Freddie Mercury lag, Beyoncé og Steven Seagal. En Slow Boat to China fyrir áhugasama er virkilega gott lag og aldrei vitunum við flytjum Steven Seagal til landsins. Ef ekki hafa það opið, ímyndaði line-upið. Það væri Boom Coolio, boom, Afroman, boom, Steven Seagal. Þetta er Slow Boat to China, ekki? Strákar, smá fókus. Ég með geðveika business-hugmyndina. Við getum verið að fá fullt að sponsa á þetta. Þetta er Slow Boat to China. Þetta er geggjalag. Óibarstað, þetta er ekki segja óibarstað hérna minni vakt ekki meina Mojo Priest. Strákar, Coolio, Afroman, Steven Seagal og DJ Rodney Shikali lokar seinasta klukkutímanum á NASA og allt þetta line-up við gætum, NASA, við erum löngu eftir að spá í NASA, þetta er Vodafone allan peningin, þetta er 10-15 manns, alltaf. Þessi slúðupakkin Saug blöð. Nei, hann var mjög góð. Og ég ætla að gleða hlustendur. Ég er með að allt að gerast hjá Miley þess að dagana. Þú ert ekki með Miley og Patrick hodnið? Jú, ég verður að vera með þetta. Það er það mikið að gerast. Nei, maður. Þið ættir að vera eftir bara þetta grínast. Ég er spenntur. Strax eftir auðlýsingar förum við í, hvort myndur við frekar? Sem ég langar í jólagjöf er friður á jörð og nýtt naglalakk úr jólalínu Opie. Vertu viðbúin fyrir mögnuðustu leikina sem boðið hefur verið upp á fyrir PlayStation 4. Star Wars Battlefront, Uncharted, Call of Duty, Black Ops 3. Gefðu skemmtun í jólagjöf. Gefðu PlayStation 4. Fótboltabókin Áfram Ísland er komin í verslanir. Íslenska landsliðið komið í lokakeppni EM 2016 og hér er á ferðinni einstök heimild þetta magnaða afrek. Stóru skemmtileg viðtöl við leikmenn og þjálfara og sögur úr landsliðinu sem þú hefur aldrei heyrt áður. Tryggðu þér eintak. Áfram Ísland. Coca-Cola er stoltur styrktaraðili íslenskrar knattspyrnu. Hreint vatn breytir öllu og þinn stuðningur bjargar mannslífum. Greiðum valgreiðslu í heimabanka. Hjálparstarf kirkjunnar. Christmas Style fyrir ameríska jólasveina með ameríska matarlist. American Style. American Style. Kíktu til okkar í dag á milli 14 og 17 í ilmandi kakó og kanilsnúða frá Nesbrauði og fáðu rúðusköfu í leiðinni. Atlandsolía, Stykkishólmi. House of Marley.
Liberate heyrnatól og hátalarar, mögnuð hljómgæði og einstök hönnun. Eirberg lífstíll Kringlunni. Karlalandsliðið á leiðin á Evrópumótið í knattspyrnu. Flott hjá þeim, en allir geta tekið þátt í Evrópukeppninni í Heppni á föstudaginn. Potturinn stefnir í 3,4 milljarða. Eurojackpot, Evrópukeppnin í Heppni, alla föstudaga. Coke kynnir með stolti Skonrock 18. mars í Austurbæ og 19. mars í Hofi Akureyri. Steppi Jak, Eyþór Ingi, Magni, Pétur Jesú, Biggi Gildra og hljómsveitin Tyrkjagunda. Miðasala hafin á miði.is og makk.is. Gefðu rock í jólagjöf. Skonrock. 50% afsláttur í búl til klukkan 8. Biljardbarinn Faxafinni. Ullarteppin sem vilja þér og þínum á hátíðarverði fram að jólum, Geysir. Vegamót, Mini Taco, hæg eldað uxabrjóst og Spicy Mayo. Komdu á Vegamót. Borgaðu og fáðu greitt með farsímanum. Náðu í Aur appið. Tippaðu á Gunnar Nelson Demian Maia. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keiluvandamál að stríða. Það held ég, elsku vinir og lífsförunautar, þeir að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957 og það Steindi Junior, Auðun Blöndal og Egill Gils sem eru með ykkur á sem glæsilega föstudegisstrákar og það bara ég trúi þess ekki, það er svo stutt í jóla að ég komin, nú er ég officially komin í jólaginn. Fössariður? Það er að gerast núna. Bara akkurat as we speak. Þetta svona Christmas svona spirit er að hellast yfir mér í stúdíónu. Í innkominu bara núna? Já, okay. Ég fann það bara. Vá, í innkominu. Gaman að heyra. Hæ? Fössariður? Mér langar bara að fara að fá mig jólapeysu og... Ég held þú allar að segja jólabjór. Já, og hann líka og mér langar bara að gera allt, bara taka jólin inn. Ég er enda að fíla þá stemmingu sem Íslendingar konur svolítið með að jólabjór að vera ljótri jólapeysu í vinnunni. Það er með eitthvað svona dag. Já. Það er stemming, maður þeir í svona gýr. Ég er í fyrsta skipti að fara að halda jólin sjálfur. Já, bara heimaður. Já, og ég hef ekki enn gert það 35 ára. Hvað er alveg? Já, ég held samt að komin svolítið með krökkunum, Já, kannski. Að það gerir svona þegar, þú veist, bara þegar hún ennir kannski ekki að fara því að börni fara að burðast með einhverja svarta ruslapokk út í bíl í kulda með barnið og seint og svona. Það gerist held í þá, og hérna, það sem við ákvæmum að gera er að það er þema. Það er jólapeysu þema. Hjá ykkur jólin? Já. Ok, það er ekki að vera fín? Nei. Það er ekki, Steindi, það er reitt að vera í stemmingu í vinnunni í einhverju ljótri jólapeysun. Er ekki svolítið vætt trassi að vera í þessu aðfangat? Alls ekki, þú getur alveg fínum buxum og svona snirtilegri jólapeysu en ég er voða lítið í því að setja einhvers staðar í þröngri skyrtu að éta mat. Mér eru alltaf fundist þetta leiðilegasta við jólin að þurfa að fara í einhver fín föt. Já, maður tekur það á sem maður er í fínum fötum, svo ertu komin í kósifötum og komin heim til. Viltu vera í jogginggalunum bara? Já, ekki í jogginggalunum, ég er meira bara að tala bara snirtilegur í jólapeysu, allir í jólapeysu. Nú er þú oft verið að kalla man of fashion, hvað segir það að vera einhverju ljótri jólapeysu aðfangata? Er það ekki pínu hvitt hiski eitthvað? Það er ekki hvitt hiski? Ég er ennþá svona meldað hvað finnst það, að líða vel á jólunum er bara... Já, mann á alltaf að líða vel. Á hverju ferðu það ekki bara aðeins stærri skyrtu? Henda sér jakkafötur hann í 2-3 klukkutíma og fá jólamynda. Skyrtaðin þarf ekkert að vera þröng. Er verið að skjóta þetta niður þetta? Nei. Þú mátt gera svo vilt. Það er spurning hvort ég þurfa að mæta endurhugsa þetta. Ég ekki láta okkur eða líka. Kósi jól. Drulla vel yfir þetta, kalla þetta eitthvað hvítt hiski. Ég er að stríða þér. Það var ekki alveg sem að sagði þig. Ég var að spyrja hvort það væri ekki eitthvað svona bíluð væntræs að vera í einhverjum svona ljótum jólapeyssum aðfangat. Þú og fjölskylda. Bara þú og allir í kringu þið væri ógæstir. Það var það sem ég sagði, vil ég meina. En það er komið hins vegar að dagskrárliðinu kortmetur frekar. Hvernig líst ykkur á það? Mjög vel. Það ekki? Jó. Alltaf gaman að því. Þetta er erfiðu dagskrárliður líka. Já, ég er með sem fyrr 3 spurningar og ég spyrir drengina hvort þú myndir frekar að gera hitt eða þetta og fyrsta spurningin finnst mér góð þó ég segi sjálfur frá drengin. Hvort myndir frekar borða án þess að fitna það sem eftir er ævi ykkar eða aldrei gleyma neinu aftur? Já
Aldrei gleyma neinu Hvað ertu að tala að gleyma ekki? Þú veist ertu að tala að gleyma bara, herru, ég átti Nei, bara manst allt. Ég átti að fyrir klippingu í gær. Nei, þú bara það líka, manst það líka. Þú getur bara tekið, þú getur lesið allt og manst það. Já. Þú erður bara klárasti maður heims. Þú muna allt sem þú lest og Já, það meina þú manst, þú lest eitthvað og þú manst það bara. Já, ég meina, mér veist gleymir aldrei neinu. Ég hef ekki miklu erfiðleikum með mataræði, þannig að ég er spáð að taka munalt. Já, sko, þú átti ekki erfiðleikum með mataræði, en er það ekki bara, ég held að það sé bara draumi minn að geta getið allt sem ég léti á hans að finna. En hvað gerist? Þú getur alveg gert það, bara, ég ætti bara hotlalmat. En strákar, hvað gerist svona þegar þið, sko, hættið að fara í ræktina? Það kemur að því einn daginn þegar, þú veist, bara aldurinn leifir það ekki. En mun dagurinn koma að þú mætir í ræktina? Verðið þá ekki, nei, það er ég fast tíum en verðið þá ekki, þú veist, tonn? Nei, okkur. Að því, þú veist, vöðvarnir bara leki ykkur að fytu og þið getið, ég er ekki að geta heldur mikið, minnstu alltaf að vera að geta. Ég alltaf að hitt ykkur vilja geta. Við erum ekki að geta mikið af brauði og nóvakroppi og kleinurhingjum og vínabrauðins og... Býtu, viljum við alltaf vera að geta? Það er eina sem hún spyrði mig, það er hvað ég var að borða á eftir. Það? Já. Ég finnst þess að þetta sé alltaf þið. Það er bara í hugsa. Er þetta eitthvað að hugla? Ég var bara að hugsa þetta núna. Þetta er eiginlega eina sem hún spyrði mig á að fá sér í kvöld og hvað ég var að borða á eftir. En tvær spurningar sem hann spyrði það. Já, þessar tvær. Á sér í kvöld og hvað er að geta? Ég get alltaf, sko, ég mann 2 símanúmer, ég get lofað eitthvað því. Það er 588552581. Það er kannski nóg fyrir mig að muna, þannig að ég, sko, jú, vistu þú segir það, ég væri til í bara, ég held að sé ekki það, ég held að sé ekki næs, vistu það, líka það, þú mannst allt. Og þá ertu í partí og einhver segir, herri, ég man einna, ég var að sjá þetta og hitt og þá ertu alltaf að leiðir þetta menn. Nei, þú veist svo mikið, ef við skoðum við. Já, leiðilega típan. Ef þú hittir einhvern öfga kláran gæja, þá er hann bara orðin eða bara leiðilegur. Svo er líka, sko, það er líka bara sumt í lífið mínu sem mér langar ekki að muna. Ég segi það. Það bara vil gleyma. Fínt að gleyma ymsu. Já, ég vil geta getið endalaust. Þannig að þú getur endalaust og Egill, þú ætlar að muna. Já, ég er hrifinn af þessu. Þá er það næsta. Það er ekki rétt hjá þú hittir rekst á eitthvað svona séni, er það ekki bara full típa? Jó, maður... Egið það ekki mikið að gáða gæðum sem mjög skemmtilega og sem gáða gæðum sem mjög leiðilega líka. Við erum heldur ekki að tala um gáða menn, við erum að tala um eitthvað Superman mind, sko. Það er nú bara oftar en ekki sem ég hitt eitthvað sem er mjög gáðar en ég, sko. Ég er mjög gaman að tala um. Það er æðislegt þá, bara fræðist maður. Næsta spurning, aldrei þurfa að sofa aftur eða aldrei þurfa að borða aftur? Aldrei þurfa, sko, þessi er létt fyrir mig. Nú, þú hatt hann að sofa? Já, minnst ekkert leiðilegra í heiminum en að fara að sofa. Af því að mér dreymir ekki neitt, ég er með kæfisvefn og hrít mikið og hægt að anda reglulega. Þið leiðist að sofa? Já, vakna mjög þreyttur. Sko, ég vakna þreyttari á mótnana en á kvöldir þegar ég fer að sofa. Og konaðin, hún er með þess að búin að segja mér þetta, þú ert ekkert að grínast með þetta, hún er alltaf fann að sofa og þú nennið ekki, þú vilt ekki fara að sofa. Nei, ég reyna að tefja eins og ég get. Bara langt fram á nótt. Já, þegar ég á að fara að sofa, þegar klukkan er orðin ég veit ekki hvað, segjum 1:30, ég vakna snemma, þá reynir ég samt að þrauka í gegnum þátti viðbót og sóna einhvern veginn út. Líka maður er á Facebook eftir 2, þá stóðu leini sem maður spyr vakandi. Já. Nei, ég er nú aldrei á Facebook á nóttinni. Nú alveg online. Það? Kannski frekar Twitter. Já, Twitter. En sko, mér dreymir aldrei neitt og minnst mjög leiðilegt að sofa, minnst það bara algjör tímaæsla. Ég myndi taka það út. Ok, Egill. Mér finnst nú bæði bara mjög fínt. Já, mér finnst bæði gaman að sofa og borða. Þetta finnst þú gaman að sofa? Já, bara eftir erfiðan dag, geta lagt sæðans og vaknar svo nýr og líka fyrir okkur sem eru í bodybuilderar og þar verður að sofa. Já, líka bara fyrir okkur sem erum ekki einhverjum kæfisvefni, þá er það bara helvítið næ, sko. Ég fór heim með græju, sko, fór í test, sko, og var bara eins og Star Wars kall upp í rúmi og var bara ömulegt, sko, bara allur út í leiðslum og snúrum og þú er bara að laga þetta. Greindur við bullandi kæfisvefn og ég á að vera með súrefni, sko, á nóttinni. Já, akkur er þetta ekki með það? Ég bara get ekki gert mér það og öðrum, ég get ekki gert hundin minni, sko. Ef það er gott fyrir það, kannski hjálpa líka hrótóniðin, það er bara gott fyrir konun og hundin. Þetta lagar allt, ef ég verð með þetta. Þú veit að gera það? Já, ég get bara ekki verið, sko, 30 og lagst upp í rúm og sett á mig grímu og bara góða nótt ástu mín. Reyndar Þetta er bara, þú veist, þetta er læti í þessu, sko. Reyndar er Svennafi minn, hann segir mér svona, sko. Hann er afi minn. Já, þú veist, ég get ekki, ég ætla að fresta eins og ég get. Hvað er að vera hjá þér eftir 20 ár út í þessu vesinni 30? En það sem ég hugsa samt ofta, ef ég myndi bara fá góðan svefn,
þá væri sko Það notaði þá græjuna þá myndi einhver súperstendi vakna. Það væri rosa. Ég bara, þetta einhvern veginn 50-50. Þetta ég myndi að það getur Singer Tower, þú getur verið að geta 20 Singer Tower með dellu á kantinum. Þessi fórningi svefninu bara. Meat and cheese með barbecue topping. Þú vart aldrei að sofa áttur. Já. Það ára síðasta vera naktir öll jólin heima okkur eða vera í jólapeysu allt árið næsta. Bara hvað hendi í Almar eða? Alma, þá ég að tala bara í fjölskylduboði. Þarf bara að vera kúk í poka og míga í ersi kólaflöskur? Nei, þú bara rölt inn á klósett. Þú ert bara nakin heimaður jólin. Það frekar sérstætt. Það er mjög sér, ég er með fjölskyldu og vinum. Þú getur það ekkert. En jólapeysa allt árið. Þú getur klætt hana af þér. Þú getur sett trefil sem dekkar kannski snjúkallin eða eitthvað og myndirinn. Þú getur farið í góða úlpu. Það verður nú komið nett svitalegt að þinni peysustundi. Nú, akkur eitthvað meira en öðrum. Þetta finnst mér ekki. Þetta finnst mér það sama og með pornið. Nei, þá er ég bara að tala um svo mikið á ferðinu og svona. Nei, mikið á ferðinu. Það er aldrei svitalegt að mér. Stafnir, er það nú? Finnir þið svitalegt að mér? Nei, en þú verður í sömu peysunni heilt á. En þú verður hreinskilur. Nú er ég að spyrja alveg. Mér er alveg samáttur sem ég beiti. Það verður hreinskilur. Er svitalegt að mér? Nei. Blómalegt. Ég panika. Egil, heldur ekki ef að Steindi verið mikið að ferðinu alltaf í sömu peysuna, er þið svitalegt hann? Ég var alltaf í sömu. Já, nákvæmlega. Það væri bara hann með alla. Já, reyndar. Þið líka. En þú veist, það væri án gríns. Akkur tókstu mér veist ógeðslega og þetta áfengst mér óþægilegt. Þetta er ekki gott. Fólk heldur að sé eitthvað lykt að mér. Mér finnst það versta sem ég geti ímyndað mér ef fólk myndi halda að vera vond lykt að mér. Ég var að tala um að vera ég myndi frekar vilja að fólk myndi halda allt annað um mig. Það væri klámyndið þá frekar. Já, frekar. Miklu frekar. Ég var bara að tala um að þú varst í sömu peysun allt ári. Já, það, þú veist, mætti maður ekki þvona. Nei. Ég ætla að vera í sömu peysunni allt ári. Maður getur ekkert verið nakin í fjöldi. Ég er með tvælita frængur og eitthvað, ég þyrfti að taka peysunni líka. Já, það er ekki tæk. Ég er ekkert fyrir framan Hafdísson og Caritas bara á tippinu og opna pakkar, það bara gengur ekki. Nei, það er bara ógeðslegt. Já, hvað voru þið að fá alltaf með til hann einhvern veginn svona sveiflandi hann? Nei, ég myndi ekkert vera með hann sveiflandi ég myndi að reyna að sitja bara í sófanum einhvern veginn, sko. Hvað myndir þú sitja með? Hvað heldur ég væri bara að lappa á þeim hjá pökkunum og reyna að slengja það bara... Myndir þú búa til pjölluna? Fara með lærið yfir og sitja þannig? Við tökum allir peysuna ekki, þetta komið gott að þessu rugli. Og Steindi, það er bara mjög góð lykt að þér. Já, ég er bara vona. Það held ég, kæri hlustendur, þið að hlusta á FM 95 blöð þennan föstudaginn 11. desember, það styttist í jólin. Þetta er næstsíðasti þáttur okkar á árinu og næstsíðasti þáttur náttúrulega fyrir jól. Við erum í jólaskapi og já, takk fyrir að hlusta. Við ætlum að launa ykkur hlustunum með góðum fætti og reyndar er þetta eitthvað. Hérna er Egil búinn að skrifa My Time. Nei, ertu að fara að setja inn mæli og það? Yes. Nei, já, herðu, það er mæli og þú varst með slúður eitthvað fólk. Akkur skrifar My Time? Þetta er bara þetta er hans þú skrifar illa líka My Time þú skrifar ekki vel sko nei það stendur þú skrifar þetta My Time það, þú skrifar líka illa sko þetta málið þetta er bara þannig það er eftirspurn þarna úti hjá fólkinu hjá Íslendingum að vita hvað Mæli og Patrik er að gera já það er eftirspurn ég held nefnilega ekki ég held að það sé bara mikill miskilningur það sé einhver eftirspurning hvað þau séu að gera það er mikil eftirspurning það veit ekki hvað Patrik er já það veit allir fólk vil samt vita sko aðeins hvað er í gangi með þau þetta er stormasamt samband hvað er það bakkan upp í já bara trailerinn byrjum á trailerinn nei ekki ég gerði trailer já ég var til að fá að heyra smá trailer okkur þú allt inn og komin í tíma þetta ruglmaður I know what you're thinking what is Miley Cyrus doing right now and I know you're wondering what is Patrick Schwarzenegger doing right now there is only one man who knows what they're doing right now and that is Muscle Boy what's going on þetta er allt og langt trailer alls ekki Jesus þetta er basic trailer strákar
og Egill, aðalega þú. Þetta líka bara Arnold Schwarzenegger. Já, sko Hvernig stendur veðmálið okkar? Hvað myndinans Patrik komin með á IMDb? Skulum byrja á því. Já, bara Ég var alltaf búin að tala það, ef hún myndi ná 6. Það myndum við fara á hana. Við erum eiginlega búin að missa henni, vantarlega. Já, missa henni, ég held hún að það verið 2 dagi í bíó. Hún komin í Ösal á 3. degi. En ég lofa þér að ég muni horfa á hana. Já, ég að fletta þessu. Og síðast ég tjekka með IMDb, hvað var með einhvern? Hvað voru? 18 manns búin að gefa einhvern? Nei, það var 1000 1000 manns, það er bara Það er bara, þú veist, það er bara jafn margir að vinna í kringum myndina. Ef allir kjósa myndina. Herru, hvað Já, ég að fletta þessu. Erum við að tala að er hún ekki dottinni í Solid 5-3? Nei, hún Scout's Guide to the Zombie Apocalypse 6,4. 6,4? Hún stabil í 6,4. Hvað eru margir búin að sjá hana? Sjá hana, milljarðar búin að sjá hana. Búin að gefa einhvern 4.000 Það er svo lítið 27. Ok, prófa að fara Það er bara svo sauð okkur hafið séð hana. Prófa að fara okkur eðlilega mynd núna og aðtöða hvað eru margir búin að vóta þar. Eins og til dæmis bara Godfather. Já, bara það er eðlilega mynd, besta mynd sem gerðu einhverja mynd sem er bara ekki það góð bara eins og Hunger Games The Mockingjay Part 2. Nei, hún er mjög stór. Bara hvað er svona venjuleg mynd? Venjuleg mynd sem er solid 6 á IMDb. Það getur til dæmis verið bara Sjakallinn eða eitthvað. Sjakallinn? Nei, með brúsarunum. Sættu bara einhverja mynd. Ef að segja bara til dæmis Home Alone. Nei, það er stór mynd. Ef að segja Segðu Happy Gilmore. Hún er pottet með 6,34 líka. Hún er með 7 og 146.000. Já, það er ekki einn besta grímið sem gerðu þau. 146, hvað var þín með? 4.000. Herru, en klárum þetta ógeðslega hot. Ok, ég ætla að byrja á Miley. Það er mikið að gera sjálf núna. Sko, hún er að gefa út nýtt lag. Frábært. Hún er endur ágætist tónlistamæður. BB Talk. Ágætist tónlistamæður, hún er stórsöngvari. BB Talk heitir lagið og veitir hvernig það kemur út? Í kvöld. Nú, vá. Frumsýnt á MTV í kvöld. Og hún lag út 10 sekundna teaser og hún er klædd eins og píluti barn, sjúandi snuð. Það er konseptið í laginu. Og Baby eitthvað. Já, en málið geggjast slúður náttúrulega, nýtt lag að koma, BB Talk kemur út í kvöld. En Miley gerði alla aðdánda sína og bara allan heiminn, ekki bara aðdánda sína, Cole Geðvegg á núna daginn. Þá hún postaði á Instagram screenshot af SMS-i sem hún fekk og þar stóð I love you. Búið. Og þar drítast inn like-in og hún detta hátt upp í 1 milljón like og það er allir að velta í fyrir sér hver sendinni I love you. Og ef þú les kommentin 340 þá vilja flestir meina það að þetta sé Liam Hemsworth sem þau sé, því að það aðdándar hennar vilja hún byrja aftur með hún að tala saman hérna eitthvað SMS sem að Miley Cyrus fekk. Okkur eru við aðeins? Það eru samsæriskenningar að þetta gæti að verið Jared Leto sem var að senda þetta. Ég er að verða það út af því að ég með direct quote frá vinkonu Miley og hér hefst lestur. Hvað er ég að gera við lífum? Þetta er mjög spennandi. Hér hefst lestur. Miley thinks the world of Jared and she really looks up to him. They have more than just a physical connection. They're on the same page in so many ways. They love talking about politics, art, spirituality, sexuality. Nothing is off limits. A lot of the time when they get together they stay up talking until the sun comes up. Boom! Það er ekki bara eitthvað kynferðislegt samband eins og ég sagði frá daginn. Það er eitthvað að halda áfram með þáttinn. En hvað gerir Scott í þessu? Hver er Scott? Hvað heitir áttur? Nákvæmlega. Vart að kalla Patrik Schwarzenegger Scott? Hann veit ekki eins og hvað maðurinn heitir. Þetta er mikil nobody. Það byrja að fara Ég ætla að byrja að aðdáðandi Miley og Patrik innulega afsökunar. Þú þarf ekki að gera það í mikrofónu, segð það bara við Egil, hann er eina aðdáðandi. Ekki kalla Patrik Schwarzenegger Scott. Ég ætla aldrei að kalla Patrik Scott aftur. Ég veit ekki hvað gerðist. Kannski er hann með Scott. Þetta er ekki svo líknöfn, Patrik og Scott. Þetta er mjög sérstakt. Ég bara, þetta var rík. Sónaður út. Ég sónaði út. Ertu að hugsa að fá þig Scott? Nei, ég kalla hann bara Scott. En máli að slúðumál með Patrik eiginlega betri Miley. Hvað, dríðu þetta af? Sko,
Þið vitið það að Patrick Schwarzenegger er búin að slá í gegn í Hollywood. Nei, hann er ekki búin að því. Jú, með nýju myndinni, hún er að slá. Og flestir eru sammála því að hann er rísandi stjarna. Já, sonur Patrick og Schwarzenegger. Og hann er mikið af celebrity friends. Og sem hann hefur kynst sjálfur eða þá gegnum pappa sinn. Og fólk, en það sem er búin að vera heitast að topic í Hollywood undan 2 vikur, lítið talað manna í Hollywood, er hvort að hann og Rob Lowe séu vinir, eða ekki. Og þetta hefur eiginlega sett Hollywood svona hann sé á hliðina. Hvort að hann og Rob Lowe séu vinir? Já, út af því það er ekki viss, einhvern veginn. Hvað, er það að sofa saman eða? Nei, bara vinir. Hverjum er ekki drullu saman? Þetta er svo lélegt maður, ég verð bara pyrraður. Má ég klára? Að Hollywood séu á hliðinni, hvort að Patrick Schwarzenegger og Rob Lowe séu félag. Það er ekki búið að klára mólan. Hverjum er ekki saman? Mér finnst það aðeinsvört. Ég ætla bara að fara að loka. Sko, en það kom breakthrough daginn í þessu förðurlega máli. Sko, Rob Lowe fekk stjörnu í Hollywood Walk of Fame daginn. Og hann setti mynd á Twitter þar sem var að hann kraupi yfir stjörnunni með fjölskyldunni sinni, með strákunum sínum og konu og skrifaði Nothing is possible without family. Hörðu, ok, bara fallegt og eitthvað. Nema hvað að Patrick Schwarzenegger twittar statusum hans Rob Lowe og skrifar með Congrats Rob, so awesome. Og menn að rýninni þetta mundi Patrick Schwarzenegger segja Congrats Rob sem er sko er ekki Mr. Lowe ef þetta væri ekki persónulega vinur. Hvað er að gerast þetta? Herru, nú loka ég á þetta. Bara gleymu þessu, þetta er dögt. Þetta er góður punkt. Þetta er dögt. Þetta er það besta sem ég heyrti í slúðri ever. Hvort að Rob Lowe og Patrick Schwarzenegger séu félagar. Þetta er eins og þú myndir vera að tala um Ívar Guðmunds á Twitter. Þú myndir ekki segja Herra Guðmunds. Mr. Guðmundsson. Þú segir Ívar. Þú segir takk Ívar. Það er frábært þegar Ívar, þeir eru vinir. Ég skal lofa þér, þetta er í síðasta sinn sem þú fara að setja eitthvað inn í handritið á hann á þess að spyrja hvað þetta er. Þetta við förum ekki að kjafta þetta. Afsækja að hafa kallað hann Patrick Scott. Páll Óskar með jólapallaball á Said a much darker ancient spirit. Ekki vera hræddur jólin. His name is Krampus. Krampus. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Þó þú horfir ekki á sjónvarp, getur í það minnst að dáðsta græjunni. Nýtt Apple TV er komið til okkar. Epli, ekki vera ferkvöndið. Epli.is. Vissir þú að ef tæki keypt hjá okkur bilar, þá lánum við sambærilegt tæki á meðan viðgerð stendur. Við gerum betur í þjónustu. iStore, Kringlunni. Mesta úrval landsins af Knibex-töngum, hágæða tangir, tilvaldar í jólapakkan. Loftverkfæri.is. Gefðu djöflaegjuna, DR1 og Discovery með Samsung S5 Neo. Jólinn fylgir Vodafone Play Medium sjónvarpspakkin og 5 GB af gagnamagni með snjallsímum frá Vodafone. Vodafone, við tengjum þig. Herra Örlygur og Coca-Cola kynna risatónleikar 19. desember í Vodafone höllinni. Úlfur, Sturla Atlas, Gísli Pálmi og Gus. Húsið opnar klukkan 9 og tónleikarnir standa til 2. Ekki missa af partí ársins 19. des. Miðasala á tix.is. Kíktu til okkar í dag á milli 14 og 17 í ilmandi kakó og kanilsnúða frá Valgeirsbakaríi og fáðu rúðusköfu í leiðinni. Atlantsolía, Njarðvík. Öflugir nuddbúðar og nuddsæti með innrauðum hita. Eirberg Stórhöfða, Eirberg Kringlunni. Hæ, þetta er Sara í Unique. Jólin eru komin í Unique. Stútfull búð að glænýjum vörum. Komið og dressið ykkur upp fyrir jólin hjá okkur. Unique, Kringlunni og Unique.is. Taco sem dansar tango við bragðlaukana. Serrano, Fresh, Happy, Max. Ég vil skyndikinni. Mitt engamál. Sláðu í gegn þessi jólin. Full búð af fallegum vörum. Verumóta Kringlunni og Verumóta Smáralind. Týnda hafið er ný litabók eftir höfund metsölubókarinnar Leynigarður. Heillandi ferðalag töfraheima undir djúpana. Bjartur. Körfi auglýsir. Ný sending með glæsilegum kjólum. Stærðir 14 til 28. Körfi, Fákafinni 9 og körfi.is.
Stay Matte púðrið frá Rimmel er nú loksins fáanlegt á Íslandi. Inniheldur náttúruleg steinefni sem gefur húðinni matt og fallegt útlit. Get the London look. Dublines og Guinness kynna 20 ára afmælishelgi Dublines. Lifandi tónlist og tilboð alla helgina. Sérstök Guinness uppákoma klukkan 20 á laugardag. Þér boðið í 20 ára afmæli Dublines helgina. Opið allan sólarhringinn í Skeifunni, Garðabæ, Eiðistorgi og Spönginni. Hagkaup. Vissir þú að iStore er sérverslun með Apple vörur og Apple fylgi og aukahluti? Við gerum betur í fjölbreyttu vöruúrvali. iStore, Kringlunni. Gerðu skemmtilega gjöfum jólin. Bíómiði Pepsi og Pop-gjafabréf fást hjá Sambíónum. Nánari upplýsingar á sambíó.is. Sambíóin með þér jólin. Kemur þú með Evrópumeistaratitil til Íslands á föstudaginn? Potturinn stefnir í 3,4 milljarða. Eurojackpot, Evrópukeppnin í heppni, alla föstudaga. 4 heppnir Icelandair American Express korthafar fá ferð fyrir 2 til New York. Skráðu þig til leiks á kreditkort.is. Icelandair American Express. Jólakortið í ár. American Bar. Happy hour frá 16 til 19 alla daga. American Bar. Austurstræti. Nýji staðurinn þinn. Flugeldar, flugeldar, flugeldar. Netflugeldar.is. Föstudagar eru pizzadagar. 3 fyrir 2 af pizzabotnum. Krónan fyrst og fremst ódýr. Enski barinn staðurinn fyrir þá sem setja kröfur og hljóð og myndgæði þegar enski boltinn annars vegar. Á vegamótum bjóðum við upp á smáréttaseðil alla 50 daga, föstudaga og laugadaga. Kíktu á vegamót.is. Gunnar Nelson, UFC, Las Vegas og bardaginn sem allir hafa beðið eftir. Conor McGregor á móti Jose Aldo 12. desember. Gunnar Nelson, Damian Maia, laugardaginn 12. desember. Tryggðir áskrift á 365.is. Stöð 2 Sport, besta sætið. UFC er í boði Pepsi Max, Samsung, American Style og Gallery 17. 5 í fötu, það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Já, þau eru að hlusta á FM 957, það fyrstudaginn 11. desember, það styttist í jól og það létt yfir okkur félagun. Við höfum aldrei verið betri held ég. Nei, ég aldrei verið betri, senni það. Djöfull að maður feskum maður. Já, á meðan ég man, ég vil endilega minna fólk á að atvinnumennir okkar byrja núna á sunnudaginn, fyrstu þáttur. Til hamingju með nýju seríuna. Takk fyrir það. Hver fyrstur á sunnudaginn? Aron Einar Gunnarsson, klukkan 5 mínútur yfir 8 á sunnudagskvöld. Og má fólk búast við, jafn mikill veislu og Gunni Nelsdótturinn var? Já, þetta eru sömu framleiðendur, sömu leikstjórar og sama krú, þannig að þetta Gunni Nelsson þátturinn var svona forsmekkurinn á því sem koma skall. Tvífari minn á sunnudaginn. Já, Aron Einar. Þannig að endilega tekja á því, svona meðan ég mann. En það er eins og að komið að sturlum staðröndum hér í FM 95 blöð. Og hversu sturlar eru það í dag? Þær eru kannski ekki droslega sturlar, en mér finnst þær áhugaverðar. Fyrsta sturla staðröndin í dag er bara held ég eina af mínum uppáld sem ég lesið, og hún er alveg mögnu. Ég held ég eftir að fíla hana. Er þið tilbúinni? Já, við erum klárir. Hlustendur klárir? Já, þá byrjum við. Faðmlög mörgæsa geta enst í nokkra klukkutíma. Og meðal faðmlag hjá mörgæs er 50 mínútur. Já. Þetta er alveg högst. En ég meina, eru það eitthvað að faðma? Eru það ekki bara að hlýja koronari? Já, það er svolítið, en það eru samt að faðmast. Það er samt auðvitað óþægilegt ef að til dæmis Steindi var að faðma þig, bara einhvern Sól og Tryggva eða hvern eða Rikka eða eitthvað í 50 mínútur. En það var meðal faðmlag. Stundum faðmast það í nokkra klukktíma. Já, ég var alveg til að faðma ykkur í 50 mínútur. Ná, mætta eins agli núna, látið eins og þessi ekki mann heitast lengi, standiði báður upp aðeins. Já, faðmannu. Já, hvað ef að Steindi, segjum að Sveppi var að koma heim, búin að búa í Bandaríkjunum í nokkur ár, maður sjá, hvað var eðlilegt faðmað hjá okkur? Maður sjá, 1, 2, já, þetta eru 2 sekundur. Það er bara normalt, mér finnst þetta mjög normalt. Faðmlagið, klappar á bakið, kannski aðeins á axlir, svona tekur axlir og segir gott að sjá þig. Bakið er rassinn eða eitthvað? Já. Og það er svona, já, þetta er svona 2 til 4 sekundur er faðmlag, venjulegt faðmlag, eðlilegt faðmlag. Já, er ekki allt eftir 4 sekundur fara að vera skrítið? Jú, sko,
20 sekundar famlag væri furðulegt sko. Það væri bara svona, herri, ég ætla 50 mínútur væri mjög vandræðilegt. 50 mínútur? Já, það er eiginlega bara orðið bara kúr. Já. Þá erum við bara að kúra. Já, standandi. Standandi kúr. Eins og mörgæs. Já, það mætti alveg fara að vinna með það. Já, og líka fyrir utan hversu krútlegar eru mörgæsir. Það er bara, þetta er eitt af mínum uppáhaldsdýrum. Næsta sturlaða staðreynd, hún er enda sturluð og mögnuð. Það er demantur sem flýtur vetrarbrautina sem er stærri en jörðin. Já. Það er smá peningur í því. Hann er stærri en jörðin. Og getur ekki náði en að... Já, það var fínt að við getum skotist og lent á honum og tekið hans með okkur heim. Fyllt vasa og heim aftur. Fyllt vasa, þetta er stærri en jörðin. Sko, já, þetta er sturlustaðurinn. Þetta er merkilegt. Já, hefur þú keypt eitthvað svona demantstengt handa konunni stendi? Eitthvað svona demantstengt? Já. Já, en örglega, en ekkert svona eitthvað, þú veist. Ekki álveru demant? Ekki, nei. Það tala Every Girl Loves Diamonds, sagði Marilyn Monroe einhvern mann heldur. Já. En ekki ódýra skartgöti. Nei, ætlar þú að vinna með demanta þar að kemur að glæja konuna? Ég hef alveg sett svona demanta inn í svona, eins og þegar demantar eru inn í ring eða inn í hálsmenni, minnst það rosalega smekklegt. Ná, steindir ekkert í því? Ekki neitt í það getur vel verið. Hvað ert þú að gefa konunni þinni? Jólapeysur og svona? Til að vera í áþákata? Nei, það er allt út í demantum maður. Allt vorað þetta. Þú búin að ákvæða jólagjöfuna fyrir gamlu? Nei, í raunin ekki. Ekki? Vist hann að hugsa hana? Ég er svona að byrja að spyrja svona að læða að spurningum svona að reyna að fá hint. En þú búin að ákvæða Nei, ég er í vesinni, því miður. Ok, ég er búin að ákvæða handa minni. Er það? Vettlingar. Næsta 80%, það var einu sem ég get gefið minni kærastu. 80% af öllum hjónaböndum sögunar eru skild í annan ættlið eða nær. Já. Spáðið það? Já, hvað við... Já, þetta er náttúrulega í gamla dag að varstu bara að giftast frænkuðinni sko. Þetta er svolítið að það verður að tala bara í sögunni sko. Já. En annar ætli eru mjög nálægt sko. Já. Og ég held með þessi í gamla dag þá eins ógeðslegt var að segja þá voru bara eins og í Game of Thrones og svona ekki það sem byggt á sannri sögu en þá voru menn bara stundum með systurinn sínum og svona. Já, það er brukað sett. Ákveðin villimennska. Sérstætt. Já, svo meira ógeðslegt. Sérstætt finnst mér bara að vilja fá sér cherry coke sko. Þetta er frekar sérstætt, við ekki það. Nei, þetta er frekar ógeðslegt. Þetta er sérstætt sko. Ok. Finnir þið ekki munin á sérstætt og þú byrjar að sofa á sýstiðinu? Já, þetta er bara stórfurðulegt. Já, það er strax skára. Sérstætt er frekar vægt orðum þetta sko. Já, þú veist þetta, já, þetta er steikt. En mér finnst sérstætt að fara að nenna að fara í bíó á Schwarzenegger-myndina, Patrick Schwarzenegger. Það er sérstætt sko. Ég myndi segja þetta væri bara steikt. Nei, þetta er bara ógeðslegt. Já, og bara steikt. Herru, ég ætla ekki að velja það mikið lengur við þetta. Herru, næsta... Við erum að stríða þér, þetta er ógeðslegt, þetta er viðbjóð. Sjálfsög, þetta er stórfurðulegt. Næsta, hættum að ræða. Næsta sturlaða staðreynd, hún er mögnum, ég langar að sjá hvort þið getið þetta. Bruce Lee gat tekið arbeið með annarri hendi með því að nota líka bara þumalinn og vísifingur á annarri hendi. Þessir hérna tveir, hann kann ekki arbeigur. Sko, ég er orðin hálf þreyttur á allir þessu Bruce Lee tali. Sko, Bruce Lee af því að ég, veistu það, ég ætla núna að vera með yfirlýsingu. Ég ætla bara að koma með yfirlýsingu. Ef Bruce Lee væri hérna inni, ég vil meina að ég gæti barið hann í klessu. Bruce Lee var 50 kílóa maður. Ef ég væri 50 kíló, þá gæti ég tekið arbeigur á litlafingri. Ég þarf að lyfta miklu þingra sko, ég er 87 kíló. Þú situr hérna með bumbin út í lofti og segist geta lamið Bruce Lee. Ég myndi alveg setja pening á stenda Bruce Lee, og hann er svo rosalega feitur sko, og ef hann nær hálstæki á hann Eftir að segja með það, ef ég myndi ná Bruce Lee. Já, í gólglímu, hann var alltaf sparkað og kíla. Þú myndi aldrei komast að hann. Hann getur verið með sína fimmleiki friðið í sínu hotni. Ef ég myndi ná í hann, það myndi ekkert sleppa. Ég er heldur ekki þingur en hann. Nú er ekki að beða um að nota bara þumalputtun og vísifingur. Takk þeirna arbeigðina á annari. Málega það, ég ætla ekki að ljúga þér, ég er að drepast í bakinu. Já, en maður sjá þér reyna. Ég sitt bara eiginlega núna og ég get eða ekki staðið upp sko. Getur þú tekið arbeigðu með báðum? Nei, ég get alveg tekið armbeigðu. Ég get tekið, þú veist, ég get tekið 100 arbeigur. En getur þú tekið á annari? Hann er þrisvar sinnum þingur en Bruce Lee. Já, ég þrisvar sinnum þingur. Hvað var 150 kíló? Nei, hvað var Bruce Lee? 37 kíló? Þrisvar sinnum þingur, vá.
ég er ekki, hvað er ég döðum að rekna. Ég er 87 kíló. Nei, 87, ég er 84. Þú ert að segja Bruce Lee er bara við tæp 30 kíló þá. Ef hann er 3. Var ekki bara stendur 150. Var ekki Bruce Lee bara svona 27 kíló? Ég er að segja það, ég er sko, já, ég meina, ok, kannski ekki ég, kannski hefur Bruce Lee geta einhvern veginn náða að klunna sér í gegnum mig, en klunna, veistu hvað þessi gaur var? Já, en Ívar Guðmunds gæti barið Bruce Lee. Ívar Guðmunds gæti ekki, sko, þó að þú, Ívar Guðmunds og Egill varið 3 saman, þeir gæti ekki barið Bruce Lee. Ég held að Ívar Guðmunds gæti barið Bruce Lee. Hann er snöggur, hann er hraustur og hann er helmingi þyngri Bruce Lee. Hann þurfti að sjá hann samt fyrst. Hér er næsta, Sheryl Crow segist aðeins nota, já þetta hérna er störtlu staðrind og ég er ekki að kaupa þetta. Okay. Sheryl Crow segist aðeins nota eina örk af klósettpappírnum í hvert skipti sem hún fer á klósetti til að sporna við global warming eða hlýnun jarðar. Hvað, þegar hún búin að hæja sér? Já, bara þegar hún fer á klósetti. Rífur hún eitt flippa af... Það er til samt marga tegundur af hægðum. Hvernig, jú, þú getur alveg fengið góðar hægðir og þurft lítinn pappír. En svo getur líka lent í bara að fá svona, hérna, bara svona leðurkúk. Ógíslegt að segja þetta í beinni. Leður? Já, þú getur lent í, sko... Mátt að segja leðurkúkur í útvarpinu? Þú veist, ég er að segja... Það er svona eitt af þessu 10 orðum sem mátt ekki segja í íslensku útvarpi. Það er leðurkúkur. Þú veist, þú getur fengið, skilur bara svona, þarft að nota bara hátt í rullu. Hæ? Heila rullu? Já, Hefur þú þurft að nota heila rullu? Nei, þú þarft að skeina þeim eins mikið. Stundum bara þarft að skeina lítið, stundum að skeina mikið. En ætti að sé með svona græju eins og er í Tyrklandi, það er bara í Tyrklands. Já, svona skólara. Já, sem bara svona sprautast hérna upp í raskatöður. Þá þarftu bara eitt bréf til þess að rétt þess að finishing touch. Það þvær bara ekkert nógu vel að skóla sér rassinn. Ég er aldar að móti þessu skóla. Prófa að hæja þér, smá tilhörn, hægðu þér og settu á snappið, skólaðu raskatöður og sjáðu hvernig það kemur út. Það bara mun ekkert virka, þú veist. Býtu, er það móti því? Eftir þú skeinið máttu skóla, þú getur ekki bara farið kúka og hoppa í sturtu. Það er bara ekki nógu mikið hreinsun að mínum mati. En ef hann fær bullandi leður og tekur eina örsku klósettpappír, þá finnst mér þessi manneski bara ógeð. Þetta getur ekki verið sturlu staðurinn. Hún heldur þessu fram, þetta er ekki staðurinn. En sko, hérna... Hún er bara að segja þetta líka, þetta getur ekki verið satt. En ég held líka Sheryl Crow sé á aðeins öðru í þessi mataræði heldur en þú og þinn leðurkúkur, sko. Já, því hotlar sem hún borða því verra hún er í mjög góða formi, sko. Já, en allavega, ég er ekki að kaupa þetta heldur. Og fyrir utan það, ef hún er að taka skólið á það, hvað gerir hún nú fyrir heimsóknu okkur öðrum? Já, ég er bara að segja, þú veist, ef hún getur veikst og fengið bara svona mjög vaskendar hægðir, hvað þá? Ein ösk og hvað bara, og halda áfram með daginn. Þetta er bara ekki, ég tek ekki þátt í þessu. Hljópi á mig bara til marga tegundur af þessu, það er bara fægt, bara staðarind. Ein örsk, það eftir mig ekki. Þú getur ekki unnið einu örsk? Nei, alls ekki. Ég get alveg viðkynnt það. Ég bara nota bara hálfa rullu bara til að vera sjúr. Maður vill vera bara, þú veist, alveg viss þetta. Ein loka skeina standandi. Hvað er í gangi hérna? Var ég að skýta á mig það? Nei, sem betur fer, því að þá fær ég hálf rúlla hérna í það. Eina sem Bill Gates á eftir á bucketlistanum sínum er að deyja ekki. Og bucketlist er það sem er svona listi sem fólk sem vil gera áður að deyja. Hæli því að vera búin að spæna upp allan listan. Já, hann náttúrulega ríkast maður heims og getur gert það sem hann vill. Þetta fekkum til að lögsa, ég ætla að láta ykkur gera ykkar eigin bucketlista eftir og fá hann setna í þettinum. Þetta er sko eitthvað þrennt. Já, þetta er rosalegt að vera búin að klára ímyndaði, þú getur skrifa hvað sem er á blað. Það sem þið langar að gera, hann er búin að því. Hann bara fer og gerir það. Hann á það mikið benning, hann getur gert allt sem hann vill. Næsta staðarind, Tom Jones tryggði bringuhárun á sér fyrir $7 milljónir. Hvernig virka það? Ég þekki það ekki, en hann ætlaði að gera það. Einhver myndi raka þau af að klippa af og myndi hann að fá peningur á tryggingunum eða eitthvað. En samt að koma aftur, hvað kjaftaði þetta? En allavega, Tom Jones gerði þetta. Það er bara án deyr eitthvað. Ég bara þekki þetta ekki. En þetta er stjórnlega staðar. Þetta er alveg Tom Jones. Höfrungar skýra hvern annan og er sem sagt kalla nöfn höfrungarnum. Já. Þannig að það er einhver höfrungur sem kannski heitir Steindi og annar sem heitir Gils og gaman að því Syndandi félagarnir einhverju búri að kalla hvern annan þekkjast eftir nöfnum sem að mjögst mögnu staðarind. Þetta er gáðu dýr. Dautt fólk getur fengið gæsahúð. Það er ótrúlega staðarind.
Já, maður myndi fá hans í magan, myndi sjá dauða mann frá geðhöfða, sko. Ertu að tala bara, þú veist að, þú færi bara með líka á flotta tónleika myndi að bara fá bullandi gæsáður eða hvað, hún verður ekki kallt. Nei, ég að tala bara að fæ gæsáður þó hún sé dáin, sko, það sé ekki bara í líkhúsinu eitthvað, ég held að tengist ekkit hvað sé í kringu þó hún sé á tónleikum með Steven Seagal. Er þetta ekki bara kuldin? Þú veist að koma svo kallt að menn að húðin bara orðið henni. Þetta örugglega rangt, sko. Nei, þetta er sturglu staðan. Já, það eru, hversu áræðanlegar eru þess? Mjög svo. Er það? Ég tvisa skitið á mig á 4 árum. Með sturglaða staðrindar að segja. Svo er að síðasta sturglaða staðrindin, samkvæmt ævisögu sinni pissaði ekki né kúkaði Kim Jong-un. Já. Hversu mikið er að marka þá ævisögu veit ég ekki. Svipa mikið á örkina sem hún notar Sheryl Crow. Líka samkvæmt sömu ævisögu þá á Kim Jong-il eða hún eða hvað sem hann heitir besta golfing sögunar. Ég held að það verið 9 hólur í höggi og eitthvað og með 16 vitni. Já, og þú ert líka bara 6 feet under ef þú ætlar að segja eitthvað annað, sko. Já, þú ert bara drepinn ef þú lígur ekki fyrir hann. Þetta voru sturlaða staðarindir, hver stóð upp úr í dag? Var það ekki Sheryl Crow? Hún notar eina örka klósettpappírnum. Jú, það stóð allir það ekki, en mér finnst þetta merkilegt, sko. Það væri gaman ef Kimmarinn væri að segja satt, sko. Hann væri bara besti golfari í heimi og myndi ekkert skýta. Kannski er hann að segja satt. Já, það getur vel verið. Hann sé náttúrulega bara með stóma og sé að vinna á þessu öðru sí. Og sé svo bara búin að æfa sig mikið í golfi, bara búin að mastera Putin. Það er ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 Blö. FM. Það held ég, kæru hlustendur, þeir að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957. Við erum í Fanta Feeling á þessum föstu degi, 11. des og já, það er komið að steinda loksins segja margir því að íslensk slúður hefur verið á ís í einhvern mánuð. Já, það er hárrétt. Og ég veit að það eru margir að núti sem vilja vita hvað eru íslensku selebin að skýta á sig þessa dagana. Já, við getum allavega orðað þannig að íslensk seleb eru með allt loðrétt niður sig núna í þessu. Það skýta. Það er alltaf þannig hjá þér. Nei, það er bara svoleiðis. Það er bara svona þekktir Íslendingar. Þetta er nú oftast bara eitthvað sem þú ert búin að skálda þig ekki. Alls ekki, þetta er ekki þannig. En þetta er allt sem ég fæ sent og til dæmis er svona fyrsti móli. Þannig er sko. Þannig að þú vilt meina Ásgeir Kolbeinn sé bara í alvunni háður rassamælum og. Já, eða þú veist, það hef ég fengið sent, já. En núna fyrsti mólin, hann er það er dagsatt. Það er sem sagt búið að vera, ég meina, ef þú býrð ekki í Helli, þá ættir að hafa heyrt þetta. Þetta er búið að vera núna í fréttum. Bara í gær aðalega, þetta gerist í gær en þetta fór á Devaf og Vísi og Pressuna og á allar þessar helstu síður mikið á Twitter og Facebook og svo leis en það er að sjálfsögðu Rikki G dagskrárstjóri hér á FM Richard sem er þið veit alveg hvað ég er að tala um stakar ég er að tala um Nakin í kassa. Já, þegar hann fór hann inni til hans og eðilega listaverkið. Já, hann fór Nakin í kassan, Rikki G undir kassamerkinu Nakin í kassa 2. Nei, að fara að stæla Alma. Já, en hann segist ekki að vera að stæla hann segir sko alls ekki hann er sko fólkinu búið, sko hann fór núna allsbyrði kassan og var hann í gær og hann var sko fólk byrja að segja á fullu á samskiptum og hann væri að herma eftir Almari. Já, ég var nefnir að fara aftur, það er íbúið að vera Nakin í kassa. Og hann sko, en hann búin að slá á það. Hann sagði að þetta veri sín hugmynd upprunlega og Almar hljóta að hafa komist í hans hugmyndabækur. Almar stál hugmyndabækur. Já, eða hafi bara fengið sömu hugmynd, það hefur náttúrulega gerst. En hann er búin að segja að hann svara fyrir sig þetta, sko, er hann með engalíf á þessu kassa fyrir? Og þú veist, segir hann hérna sko ég haf með þess að hugmyndu undan honum öskar hérna hann er ekki ekki já, sko málega, hann talar á meðan hann er ekki silent og liðið búið að mæla upp í listaháskóla og er búið að byrja svona að bauna yfir hann sko segja að þetta sé rugl og hann er bara að drulla sér úr þessum kassa og hérna að þetta sé engin list til að Rikki gerir þetta en hann fór allar leið og er búin að vera að fara allar leið hann er búin að vera að kúki póka og pissa í svona RC kólaflösku hann segir að það hafi verið sín hugmynd líka og svo er sko einu munun á honum og Almar er að hann er sko hann talar inn í sínu kassa og er með fartölvu með sér og það er léttara og það er strax búið sko hann var sko hann var í hérna
Hann var í kassanum, hann ætlaði að vera 2 vikur í kassanum. Nú ætlaði hann að vera lengur en Almar. Já, hann ætlaði að vera 2 vikur í kassanum. Gefum það þá. Já, eftir 20 mínútur í kassanum, 20 mínútur yfir 4 í gær, hann fór klukkan 4 í gær í kassan, þá var búið að kötta útsendingunni hjá hann 4 sinum. Ég hætti þessu. Ekki, þetta er ljóða hætti. Nú geta menn lagt 2 og 2 saman. Hann reista sig, 4 sinnum. Og er hann ennþá inni í kassanum með það? 4 sinnum var búið að kötta útsendingunni á 2 á 20 mínútum. Já, en er hann ennþá inn í kassanum? Hann er ennþá inn í kassanum og hann er bara upp í listaháskóla núna og hann er livestreamar á YouTube og endilega styðið við bakjanum og ég mæli með að fólk fari og peppa næs. Ok, Rikki G, rakinn í kassa 2. Já, ég er gaman að þessu. En hann er með trampstemma Rikki, það kom líka á óvart. Margir búin að svona bleikan kleinurring fyrir ofan rassinn. Dóna eitthvað svona eins og Dunkin Donuts. Herru, þá er næsti múli og það er engin annar en Sigurður Hlöðversson, dagskrárgerðarmaður. Ég er núna grínlegast, ég er búin að lóna, þú ert búin að lóna, hann er ekki slúður lengur. Hann er með, ég hafa með Valla Sport. Er Siggi Hlöð á lífið eða? Siggi Hlöð, já, ég er að fara að tala um Valla Sport. Nú, af hverju sagðir þá Sigurður Hlöðversson? Ég ætla að fara að segja Sigurður Hlöðversson, dagskrárgerðarmaður og Valli Sport félagans. Já, og hvað þá Valli döður eða? Menn setja nú stór spurningamerki á það. Æ, hættu þessu bulli, Steindi. Hvað ertu fann að drepa Valla Sport núna? Nei, ég er bara, heyrðu, þetta er gamli umbúðsmaðurinn minn, sko. Þetta er ákveðið skell. Já, bara næsta slúður. Það er ekki hoppið yfir Valla Sport. Herðu, það segir sér sjálf, þú getur ekki að segja þetta í íslensku útvarpi. Fullt af fólki að hlusta að einhver sé dán. Ég var ekkert að strákar, það eru menn að setja spurningamerki. Herðu, já, glemta þessu. Þá held ég bara áfram. Annar móli. Herðu, það er engin annar en. Hvað er með þig og Sigga Hlöð á Valla Sport? Hvað ertu ekki vinnið þeirra? Jú, sjálfsög, þetta eru toppar. Alltaf að segja sér dauðir. Ég spila golf með þeim, eru æðislir. Okkur eru þá dauðir alltaf í slúðurinu? Ég bara, þú veist, ég var að segja að það var vesen og Valla, var ég að fá send og. Já, bara að hættu þessu. Herðu, en næstur, þriðji móli, strákar, þriðji mólin í dag í Íslands slúður. Það er engin annar en King Sölvi Tryggva. Namaste. Æ, nú fæði maður. Hann átti afmæli í gær. Já, hann reyndar átti afmæli. Þessi toppmaður, þetta var ekki snilling. Og við hér í FM 95 Blöð óskum honum að sjálfsögðu innilega til hamingju í daginn í gær. Og var hann að gera eitthvað að sér afmælinu? Nei, ekkert að sér. Hann fór út að borða á Sushi Samba og hafið svona gaman að og það var fullt af fólki mætt með honum. Það voru svona vinir og vandamenn og það kurraði svo í honum svona sko þegar hann var búinn að borða. Hvað sagði þér? Kurraði í honum? Já, hann sko kurraði í honum. Það er svona hvað er það? Svona hvað svona hér eftir matinn og í maðan honum þá? Já, hann komin með hann komin með sko hann var komin með búinn að fá sér marga koktela og búinn að blanda miklu saman. Hann var búinn að fá sér það er bara sem að gera á Sushi Samba. Já, ég veit að hann var búinn að fá sér Ritz-keks í hádeginu og drekka mikið rauð og hvítu og það var allt farið í gang í maðanum honum. Ok. Og það var að fara að kurra í honum. Svona hvað kæft var þetta maður? Og hann var í raun að berjast við leka. Berjast við leka? Hann var ekki byrjaður að leka. Berjast við leka? Hvað leka þá? Ég er náttúrulega komið hérna inn á áður að Sölvi lag þegar við vorum í vastu hann var í jóka. Já, þegar þú talar hann lekur, þetta var að tala úr rassin með honum? Nei, bara ég hef nú aldrei þurft að taka það fram hvað hann lekur. Hann sem sagt sko, við erum komin í ruglita. Hann kurraði í honum. Þeir fóru að inn á B5 félagarnir og voru á rosa djam í gangi allir félagarnir og hann var á barnum og var að panta drikki og það svona það kurraði í honum og síðan sko er það ekki fyrir sko mikið setna þeir eru komni bara þá komni flaska á borðið og það fullt af fólki og stemningin að ná þvílíku hámarki. Geðveik stemning, hann á ammali og hann var nýbúinn að syngja ammalisöngi fyrir hann inn á staðnum og þá bara eins og tappi hefur verið tekin sko það byrjaði leikinn
Það byrjaði hann að leka. Þetta er komið gott maður. Þetta er komið gott. Bara slúðri. Nei, hann er búin að Sölvi Tryggva hvað púrrað og lekið á ammælinu. Hvað kjaftaði þetta? Sko, og líkti var óbærilega. Og það var, og lag. Mér finnst ljótt að ljúga svona. Nei, hann lag. Nei, það er bara svona, það kemur ekkert, sko. Það er bara svona lag og það. Herðu, þetta var Íslandsklúður hérna á ventil sem er búið að Íslandsklúður hér í FM 95 og það er allir brattir og feskir og Sölvi Tryggva hvorki púrrað en svo eitt annan, svo er ég með eitt annan eitt lokamóla. Nei, hvað? Eitt senasti, það er stórsöngvarinn Valdimar, 4. móli og það var vesen og honum, það var hérna, bara, viltu köttan? Hvað? Aha, ég get alveg Hvað gerði? Nei, hann var með tónleika núna í hérna í Eldborg í Hörpunni, stórtónleikar og hérna fullt af fólki að horfa og endalsta liði búið að hérna vera að borga sig inn og hérna geðveik stemning og hann er í miðju lagi að syngja þá hérna fara buxurnar hérna hann í þetta er alltaf sama hann er í joggurum Sölvi mig lekur og hvað má ég giska maður valdi maður með kokkring eða? Með kokkring einmitt, akkurat þegiðu steindi 8 tómur Nextbook spjaldtölva fyrir börnin á aðeins 14.990 fyrir jólin. Tölvulistin. Fáðu nýtt sjónarhorn á lífið. Dronefly.is. Það eru jól í hverju horni í IKEA helgina. Frá klukkan 1 til 5 bjóðum við þér að smakka nýbakaðar smákökur og ilmandi jólaglögg. Gefum þér hugmyndir að skreytingum á piparkökuhúsið og jólasveinninn situr fyrir á myndum með börnunum. Við tökum vel á móti þér. IKEA. Verslaðu fyrir jólin þegar þér hentar. Mjúkir pakkar, harðir pakkar, bragðgóðir pakkar. Einfaldlega allt til jólana í Hagkaup. Opið allan sólarhringinn í Hagkaup Skeifunni, Garðabæ, Eiðistorgi og Spöng. Hagkaup, þar sem Íslendingum finnst skemmtilegast að versla. Í desember renna 500 krónur af hverri seldri KFC aðvendufötu til Samhjálpar, Mæðrastyrksnefndar og Fjölskylduhjálpar Íslands. KFC, svo gott að gefa. Jólabjórin er að sjálfsögðu á happy hour á Den Danske Krå. Den Danske Krå. Fótboltabókin Áfram Ísland er komin í verslanir. Íslenska landsliðið komið í lokakeppni EM 2016 og hér er á ferðinni einstök heimild þetta magnaða afrek. Stórskemmtileg viðtöl við leikmenn og þjálfara og sögur úr landsliðinu sem þú hefur aldrei heyrt áður. Tryggðu þér eintak. Áfram Ísland. Coca-Cola er stoltur styrktaraðili íslenskrar knattspyrnu. Dublines og Guinness kynna 20 ára afmælishelgi Dublines, lifandi tónlist og tilboð alla helgina. Sérstök Guinness uppákoma klukkan 20 á laugardag. Þér er boðið í 20 ára afmæli Dublines helgina. Á smáréttaselinum okkar á vegamótum er til dæmis humarúlla með chili mayo og wakame salati. Kíktu á vegamót.is. Þú finnur mig á appinu engamál.is. Náðu þér í Kringlukröss og þú getur unnið frábæra afslætti hjá verslunum í Kringlunni fyrir jólin. Kringlan, af öllu hjarta. Frábært úrval af Samsung snjallsímum og spjaldtölvum fæst í Elko. Elko, einfaldlega lægra verð. Jólagjöfina hans finnur þú hjá okkur. Jack & Jones Kringlunni og Jack & Jones Smáralind. Nú eru bökudagar á Safran. Allar sóttar bökur á aðeins 1190 krónur. Safran. Nú eru milljónirnar í tindrandi og sundrandi hátíðarskapi. Lotto, leikurinn okkar. Sunnudaginn á Stöð 2. Böddi snýr aftur með sína mögnuðu þætti Atvinnumennirnir okkar. Þar sem heldur áfram að skipnast inn í líf fremstu atvinnumanna þjóðarinnar. Ertu mömmustrákur? Já, ég hef alltaf verið frekar mikill mömmustrákur, sko. Atvinnumennirnir okkar. Sunnudag klukkan 25. Stöð 2. Margfald skemmtilegri. Atvinnumennirnir okkar er í boði Icelandair. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða.
Fyrir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 Ötti Egill og Steindi með ykkur til 6 í dag á þessum föstudegi. Það 11. desember. Við erum feeling, vonandi þið líka kæru hlustendur og þeir sem í umferðinni farið varlega. En það komið að dagskráralið sem að Egill Einarsson sér og ég veit ekki alveg með, en hann heitir spurningakeppni Gilsarans. Já, þetta samt, sko, þetta King of Christmas og það ágætist þema. Já, og við erum báðir búinir að tala það í fyrir þættinum að við erum rosalega mikil jólaböld. Þannig að þetta ætti að vera Þetta ætti að vera bara kósi. Hörðsamkeppni og þetta er keppni sem ég vill vinna. Já, ég líka. Maður vill ekki vinna að vera king of the party og eitthvað svona kjaftaði. Nei, sem að Steindi vann bara. Það væri mjög gaman að vinna þetta. Þið getur verið stoltir af því. Já. Og þetta 13 spurningar sem svona í það mesta, þannig að við þurfum að fara að keyra þetta í gang. Já, ég er klár. Og það byrja á trailera sjálfsögðu. Egill. Ekki Egill, ég gerir trailer og það fyrir því og gæðir hérna einhverja sekundur á hann. I'm gonna ask you a question and I'm gonna need an answer. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I'm gonna need an answer right now. I'm gonna ask a question. Þetta komið gott. Ok. Já spurningum að reitt Fekst í skóin þegar þú varst krakki? Já, sjálfsögðu. Að sjálfsögðu. Hvað svona, er það King of the Christmas? Það fá ekki allir í skóin. Það punktur að báða þar Fekstu súkkulaði dagatal þegar þú varst krakki? Já. Punktur. Já. Þetta spennandi. Það var samt að alltaf vera að hóta mér, ég myndi ekki fá það því að ég var náttúrulega snaruglaði krakki og ég kláraði það alltaf. Ógæsluðu krakki. Ég er feeling strong, ég er mjög peppaði þessa keppni, ég held ég að fara að vinna þetta. Þú getur ekki sagt að það er ógæsluðu krakki, þú þekkti mikið af krakki. Það heitt sögur, hvernig varst? Já, varst svona á dýnum og gólfum og... Hefurðu skrifað jólasveininu bréf? Já. Punktur á blöð. Sko. Með svo nokkur. Ég leta hann eins og Ég held það, já. Ég, sko, já. Býttu það með að punta fyrir að halda? Nei, ég vissu það þegar ég var krakki, alveg viss. Skrifaðu jólasveinu bréf. Já. Bast mömmun að setja þitt postinn og... Já. Nei, ég held ég að bara setja í skóin. Já, svona, það getur bara tekið það þegar. Ég hataði hurðaskellið þannig að gaf mig kartöflensinu, svo ákvað ég að bury the hatchet og senda honum bréf. Ég fekk kartöflu og þá ákvað ég að sjóða hana. Ég var svo þrjóskur. Ég lét eins og þetta væri gott. Varst þú að fá kaldan Salem og eitthvað í skóin? Nei, ég fekk ekkert Salem í skóin. Hvernig byrjaði að sá viðbjóður hér? Hvað meinur? Þetta er reykingar ógeðið. Það er allir íslendingar hættir að reykja með þú. Stuttu eftir að jólasveitin hætti að koma bara. En finnst þér jólalög flest skemmtileg? Flest, nei, ég lík aldrei að hlustendum og ég get ekki fara að byrja það núna. Nei, mér finnst ekki flest jólalög. Mér finnst nokkur geðveik. Já, sammála. Eins og til dæmis Snjókut falla með Latta. Já, við þurfum ekki að fara að tala um hvað er góð lög, svaraði spurningunni. Já, ég ætla að segja sammála blöð. Nei, mér finnst flest mörgleðileg. Og sendur jólakort til vina og ættingja? Ég geri það í ár, já. Já, sama hér, í ár. Ég hefði ekki fengið punkt á það, en ég get svo svarið það. Já. Ég og brósi erum með jólakort. Já, ég er að fara að gera það líka. Ég held að þetta hvorið var punkt þarna, já. Setur upp jólatri heima hjá þér og skreitir það sjálfur? Já. Fuck. Blöð, ertu ekki með jólatri? Jú, ég er með jólatri en ég skreiti ekki. Ég er með eitthvað svona bara lítið. Ég bý einn maður. Já, okay. Ég er ekki með krakk og hund hlaupandannum. Þannig að það er 5-4 fyrir því tekk. Það er missa hana punkt. Ég er konungur jólana. Núna erum við komin í seinni hlutan. Hefur ég getið það mikið á jólunum og náttúrulega orðið veikur? Já, varð veikur. Borðaði ekki 2 daga. Saman hér. Og það gerist örugglega ár aftur. Nei, það mun aldrei, sko, ég held að þegar Steindi segir eitthvað já, hann er ekki að meina eins og gerist hjá mér. Þú varst álunum veikur? Ég varð fár veikur, þú sagði að því að þú segir hlægjandi ég gera það glaftur já, þetta mun ég aldrei gera aftur. Ég fekk kaldan svita og þurfti að fara í joggingbuxur og kjötsita og ég lá upp í rúmi og ég var bara í stingi og gæti ekki sinnt neinum og ég var bara, ég á klárlega inn í punktana. Þú fekkst flensu á sama tíma kannski? Nei, ég átt svo mikið á aðfangardag fyrir ykkur 4 eða 5 ára síðan, ég gæti ekki borða aftur fyrir annan í jólun. Hvað, viltu fá 2 stig fyrir það? Nei, mér finnst þú bara eitthvað svona, já, ég gerur það aftur í ár, gef mér stig.
stig og fyndið. Því mið, ég verð því með að gefa Steinda stigið sko, þannig að þó að þú deila með sterkara stiga þetta, samt bara stig sko. Sammála. Horfur á einhverju eftirtöldu myndum á jólunum, Die Hard, Home Alone 1 eða Jingle All The Way? Allar. Já, nánast allar held ég. Það er punktur og Þú stendur hérna voða peppar að vinna þetta og þú ert bara að byrja að ljúga. Þú ert fljótari að svara. Ég get sagt þér, ég kann Jingle All The Way utanaf og Christmas Vacation líka að þínu. Die Hard 1 er jólamynd, aðaljólamyndin. Auðvitað horfum maður á þessar myndir. Og Home Alone líka. Home Alone, sjálfsögðu Home Alone. Sko, Steindi með punkt á þig og það er 1, 2, 3, 4, 5 spurningar eftir. Hefur verið fullur á jólunum? Aðfanga það. Það er að tala um á jólunum bara... Já, bara eins og Þorlák aðfókenda Já. Það er ekki punktur. Ég segi nei þarna. Það getur ekki King of the Christmas og fullur jólin. Þetta lítur á mínastir. Nei, ég ætla að reynda að gefa punkt. Hann gefur punkt, ég hef verið fullur. Finnst þið það að vera konungur jólana að vera fullur? Hvers konar fjölskyldubóð ert þú að fara í? Finnst þið hann að vera konungur jólana að fullur jólin? Ég hef dottið á Þorlák fyrir slísni. Mér finnst ekki að vera verðt að helstu lýsið neitt um að jólin. Það er ekkert jólalegt við það. Að drekka bjóra. Það er svona eyðileggja jólinstundum með fólki fyrir með pappis og hann sem er fullur. Að drekka bjóra og spila. Nei, Ronja. Herðu, ég er ekkert að fara að vera fullur jólin. Ég er að segja, þetta er ekki stig. Nei, ég hef farið full geist á kranni á Þorlák, ég viðkynna það, og farið þarna á tónleika með Bubba og eitthvað svona. Mér finnst eitthvað jólalegt við það. Ég sé fyrir mér eitthvað svona Christmas Vacation mynd. Ég er að spara skráðum úr keppni núna. Og Bad Santa, hann var svo full. Annar í jólum er bara, þetta eru ára. Skráðum mig bara úr þessari keppni og bara stig fyrir það að vera konungur jólun, að vera fullur jólin. Það er bara ekkert jólalegt við það. Það hafa allir fengið sér jólin, einhvern tímann. Ég er ekkert að tala um að ég sé að fara að gera það í ár. Ég er bara að tala fyrir einhverjum árum kannski. Þetta verður hrikalega kósíðan í jólinn. Þú, Ronja og Pulla öll í jólapess og aðfangandag full. Þá er spurning hérna, hefur þið farið í jólaþveng? Ha? Hefur þið farið í jólaþveng? Nei, hvað er þetta eitthvað rugglaði? Það líka hvers konar keppni er þetta orðið? Mér langar ekki að vinna þetta lengur. Mér langar ekki að vinna. Nú ætla ég bara að vera alveg hreinskilinn. Hvað, hefur þið farið í jólaþveng? Nei, en byrju, var það saman hvað þú varst fullur bara í þvengum jólinn, skilur. Þú veist, þetta er eitthvað svona dúskur og er hann rauður með dúsk? Hvað er jóla? Nei, ég sko, við verðum að viðkynna það, við höfum farið í þveng. Ekki jólaþveng? Þið að farið í þveng. Já. Jólaþveng, hver er munun á jólaþveng? Hvenær fóruð í þvengin? Var það lókt þess? Er ekki eitthvað með gott að þessum þveng? Ég vil ekki vera að rífa upp þvengin, en ég er actually að vinna í fyrsta skipti í langa tíma. Það gæti verið að ég farið í þvengin í desember frekar en oktober en nóvember. Þú vannst líka jammarinn. Ég man ekki hvernig ég fór í þvengin. King of the party, nei, þá máttu ekki segja. Ok, 3 spurningar eftir, þið fáið ekki punkt. Mér langar ekki vinna þetta. Hefur þið séð mömmu þína að kissa eða fara niður á jólasveinin? Nei, Egill, hættu þessu maður. Hvað er eitthvað að þessu? Þetta er lag. Já, að fara niður á. Næsta spurning. Hefur þið séð mömmu kissa jólasveinin? Hefur þú séð mömmu að fara niður á okkur? Næsta. Hvað er það þetta er bara, sagður já við þessu? Ég ætla að slökka á þessu. Nei, byrju, sagður, þú mátt ekki svo tafsa. Svona er ekki reynilega jólinu ykkur. Mamma er að fara niður á eitthvað og þú fullur út í hodni. Ég er ekki að þátt í þessari spurningakeppni. Bara ekkert jólalegt við þetta. Ég hef aldrei séð mömmu mína heldur gera það. Ég var bara að segja, þú veist, það eru nei frá þú báð. Það er bara orðið ógeðsleg keppni. Þegir þess ekki að vinna þessa perra fyllir í sjóla. Það kom nei frá okkur báð. Ég man ekki betur að búið að vera fullt af heilbrigðum spurningum. Já, síðan bara basic spurning. Hefur þú notið ásta á jólunum? Já. Það er punktur og Steinda. Ég er búin að vinna þetta. Blöð? Ég er að vinna þetta. Mér langar ekki að vinna. Ég held að þú getur ekki jafna. Hvað er staðan? Það er 9-7. Já, til að hafa mikið fullur jólin. Ein spurning eftir og hefur þú hristi á jólunum? Þetta er komið gott bæ. Það er 10 punktar. Þetta ættu sér kjaftaði maður. 10-7. Það er sjálfsögur, klámhundurinn. 10-8. Akkur það hendi sig verið mig. Blöð hefur líklega hendi jólahristingana. Þetta er 10-8. Þú ert king of Christmas, Tony. Blöð hefur alveg 100% hendi hristing á jólunum. Páll Óskar með jólapallaball á Spott annan í jólum. Yes, annar í jólum er á laugardegi núna í ár, þannig að ég ætla að splæsa í alvöru super glam jólapallaball á Spott. Ég ábyrgist að þú munt dansa að þér allan í jólamatinn á þessu balli. Forsalan er hafin á Spott, gleðilega hátíð og við sjáumst á jólapallaballi á Spott annan í jólum. Jól eða hvítjól. Við hjá Local segjum grænjól. Kíktu við og pröfaðu jólasalatið okkar. Local. Salat hefur aldrei verið svona gott. Þú toppar allt á jólagjafalistanum með Sony ZV-5 Compact á 99.990 krónur. Þægileg Sony Sport heyrnartól og hlaupaarband fylgja með.
Þú getur meira með Símanum. Settu Phantom 3 í jólapakkan og þú fær DJI-tösku í kaupandi. Dronefly.is. Bestu trúbadóra landsins á gullöldinni alla föstudaga frá klukkan 23. Kíktu við. Allar skemmtilegu tölvugjafirnar fást á lægra jólaverði í verslunum okkar allt land. Tölvulistin. Gjafakort bónus gjöf sem kemur að góðum nótum fyrir alla. Gjafakorti fæst nú til afgreiðslu í öllum verslunum bónus. Sparaðu tíma og fyrirhöfn gerðu gjafakort bónus. Gefðu lifandi upplifun. Gefðu rock, pop, jazz, klassík, punk, blues, bíó, stand-up, dans, hlaup, leikhús, námskeið og ég veit ekki hvað og hvað. Með gjafabréfi frá miði.is. Við kynnum nýjung í desember. Jólakalkunaborgari með fyllingu og trönuberjasósu. Þú færðan bara á Dirty Burger and Ribs. Saint-Tropez Lux Dry Oil. Ein mesta lúxusvaran okkar til þessa. Náttúrulegt útlit og engar rákir. Gefur fallegan gylltan lit og raka í alltaf 7 daga. Leyfðu þér lúxus með Saint-Tropez. Handskornar franskar eru stolt okkar á Roadhouse. 100% kartöflur, engin aukaefni. Roadhouse, metnaðarfull matreiðsla. Borgaðu og fáðu greitt með farsímanum. Náðu í Aur appið. 5 í fötu, það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Fyrir að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 og það komið að óþægilega símtalinu og já, við leitum ekki langt núna því að Rikki G var að hlusta þáttinni hann var ekki sáttur með slúðru hjá honum Steinda. Það að þér Ég sko, eins og ég segir ekki, ég að fá það sent. Þannig að ekki hægt að skjóta sendibúðan. Það má ekki. Er það sem sagt lígi? Þú ert ekki að fara að gera nakinni í kassa 2? Nei, ég er ekki að fara að gera það. En nakinni í kúlu? Nei, ekki í 8 daga. Í 8 daga. Alls ekki. Ekki, eins og hamstur. Nakinni í kúlu. Hver ætti að vilja sjá það fyrir það fyrsta? Ég væri til að sjá það. Það er þið listar, nakinni í kúlu. Geta labbað í hennu og svona. Já, bara settur í miðbæinn og svo færði bara hlaupin kvöldurnar og þetta er bara svona eins og stór hamstrakúla. Ég myndi segja að það veri mjög sniðugt í 8 daga. Það ekkert að segja mér að þið myndi hendin einhverjum hambúrgara tilbúðum í kúluna. Þetta var æðislega nakin í kúlum. En herru, það er ekki ástæðan fyrir Rikki er, hann er greinlega ekki nakin í kassa og ekki nakin í kúlu. Hann er kominn í óþægilega símtalið og já, við erum með pælingu, Rikki, mamma en var að passa fyrir síðust helgi, eða ekki? Já. Og þú komst heim svona í glasi á laugardagskvöldi. Já, ég var bara, fór út með einhvern félögum og jú, ég var vel í því og kom bara snemma heima því ég var náttúrulega bara með stelpun á sunnudeginum og tók bara við henni á sunnudeginum og allt í góð með það var bara í leigubíl, mann eftir öllu svona fyrir þá sem ekki vita þá þóli ég áfengi mjög illa og ég drekk mjög sjaldan og mamma hún þólir ekki þegar ég stundum fer yfir strikið og hún segir bara, verður bara hætta þessu og getur ekki drukki almennilega og hún er ekkert að skafa á hlutunum, hún lætur mig heyra og mig kvíður, ég er hún sveittur ef ég á að fara að segja eitthvað við það er partur af þessu, þetta er óþægilega símtalið og við erum öllum að ringja með miðuna og hvað er konceptið? Konceptið er að því að hann kom heim sko, hann sagði henni þegar hann kom heim held ég að hann hafi ekkert verið það fullur og komið snemma en við ætlum að láta hann ringja og segja hann að verið í einhverju bölvuðu plakkati og það sé að vera að kæra hann fyrir skemmtaverk á einhverju rúðu sem hann muni ekki eins og eftir strákar það er stemming þannig að þú ert að segja hérna við mömmuðina að þú muni ekkert eftir þess að sé verið að kæra þig fyrir þetta varst í bæ og þú varst að brjóta einhverja rúðu og það er til á strákar, þið veit ekki hvernig mammin er sko, hún getur bara allt í hennu farað að bölva og sko ég er til við erum til og hlustendur dæm okkur ekki fyrir smá blót nei, mömmurnar hafa líka alltaf í þessu síndalega þá hafa mömmurnar svona tekið upp hanskan fyrir strákin sinn þannig að ég held hún sé að fara að komforta þig ef eitthvað það er ekki að fara að gerast mamma mín er að gamla skólinu sko, hún lætur mig heyra vákæði til í það herðu, ertu með númerið til og ég stilla það ég með þetta allir ready? allir klárir ok, þá ringjum við það Halló. Hæ. Hæ. Hvað segirðu? Það er fín. Herðu, getur þú talað eins? Já. Herðu, það er ég var að fá símtal. Já. Sko, ég er ekki búin að segja, ætla ekki að segja Valdís þetta alveg strax. Nei. En þú veist náttúrulega, ég kom snemma heim á laugardaginn og svona. Já.
til djamið og ég var að fá símtal frá lögreglunni. Ha? Já. Út af? Sko, manns náttúrulega ég kom hana heim nóttina. Já. Ég var náttúrulega svolítið mikið í því. Já, ég veit það. Þeir vilja meina þess voru búin að fara eitthvað með þeir vilja meina þeir eru einhverja myndir að mér vera að brjóta einhverja rúðu í einhverju verslun. Ha? Já. Þetta er ekki að djóka. Nei, sko, svona bara þér að segja ég man eiginlega voru lítið, sko. Og ég veit ekkert hvort það sé, þú veist, þeir eru að kalla mennir á stöð í hádeginu á morgun, sko. Og ætla að sína mér þetta eitthvað svona, þú veist, þetta er bara ákæra fyrir skemmtaverk og eitthvað svona kjaftaði. Nei, ég meina, hvað á ég að gera? Hvað áttu að gera? Já. Þú taka afleiðingunum. Þú ert að ljúga mér. Nei, ég er ekki að því. Nei, þá skaltu bara taka afleiðingunum og hætta þessu helvítis. Þá áttu þú bara ekki að smakka vínrykki. Þú ert bara að taka afleiðingunum að þessu. Hvað áttu að gera? Ég meina, þarf ég ekki að fá með lögumann eða? Það veit ég ekki. Þú spyrja mig að því. Þú veist þessu rugl. Ég er nú ekki vanur, ég er ekki skemmtavarkur, ég meina, þú veist. Nei, greinilega ertu það. Já. 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 Pappi er komin hérna. Já, það er svöxt. Já, og ég að tala við hann eða? Nei, út af. Nei, og ekki að segja um þetta. Það veit ég ekkert. Sko, þetta fer örugglega í blöðin og eitthvað, sko. Já, hvað á ég að gera því? Já, ég er bara hann heldur hættur, sko. Þú vil að klára mig bara. Já, það víni gerir það fyrir rest. Ég vissi slíka mörgur. Skammast því. Þetta var ekki mér að kenna, mamma, fyrir gefðu. Ég er hérna í óþægilega símtalinu hjá FM 95 blöð. Þessi smittlýsingur. Ég byrði heilsónum þetta. Hann er hérna. Já, ég byrði heilsónum. Þú ert að hætta að drekka. Já, og hætta að drekka. Ég var ekki fullur á laugardaginn svo að sé. Þú varst víst fullur og þetta alltaf afsakaði. Þú varst blind fullur. Já. Ég skemmti ekki neitt, ég kom beint heim. Meiri. Já, þetta var ekki mín hugmynd svo að sé á hreinu. Ég byrðist innilega afsökunar, ég var plataður í þetta. Hefðu, ok. Ég byrði heilsa strákonum. Gaman að heyra þér. Sorry. Bye. Ég heyrði það bara strax, mamma henni snillingur. Rílikur töffarinn. Hún var ekkert að skafa af þessu. Nei, hún var bara að tækla þetta líka. Já, bara taktu afleiðingur. Já, taktu bara afleiðingur. Hún var ekki að fara að nenna að fara að búa til einhvern sirkus í kringum þetta. Það er þessna sem ég var svo hræddur að því ég vissum myndi láta mig heyra. Og líka bara það var ekkert eitthvað ég elskur ekki mig, við bara tæklum þetta einhvern veginn. Það bara, taktu afleiðingunum. Hörru strákar, þetta var óþægilega sýndaleg og það gekk fullkomlega. Það er bara, veist það er ekki mamma, henni snillingur. Rílikur töffari, ég heyrði það. Það held ég, elsku vinnir. Þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Glemdi þess að lífsförunautar. Já, ég var búinn að taka það á hann. Lífsförunautar og ostaveislur, sagði ég, minni mig. En Bonna mamma sultur og Camembert ostar. Þeir að hlusta á FM 957. Það er Steindi, Egill og Öddi með ykkur. Ennþá á þessum glæsilega föstudegi. Og takk fyrir að hlusta. Og takk fyrir að hlusta, við erum mjög þakkláttir og erum í miklum gýr og það er komið að þessum skemmtilega og mjög svo barnalega dagskrálið og þekkta bílaleik sem allir á einhvern tíma prófað, sofa hjá, giftast, drepa. Hann er ekkert barnalegur. Nei, hann er margt barnalegur í þessu þetta. Já, hann er kannski, jú, það er þetta rétt, þetta er kannski minnst barnalegast í dagskráliðin. Já, það er komið að giftast, sofa hjá, drepa og ég er með 3 nöfn en það er breyting á í dag, drengir. Fyrsta sinn sem við byrjuðum á þessum leik. Já. Þetta er enginn aðeins íslendingur. Já, ég held með kallmenn því að það er eitthvað steikt við að hlusta okkur að tala um að sofa hjá eða að drepa eitthvað aðra á konur. Já, það er hálf ógíslegt. Já, og þetta eru 3 menn og eru þið tilbúinir? Já. Stallone, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger og Matthew McConaughey. Það eru 2 hérna á gamla skólanum. Matthew McConaughey, Egill. Þetta er eiginlega bara 3 uppáhaldspersonur Egils. Þetta er svolítið gert fyrir hann og ég veit að þú ert líka huge fan, Steindi, þannig að
Ef þið þurft að sofa hjá, giftast og drepa Stallone, Schwarzenegger og McConaughey, hvernig er þið röðunin hjá okkur? Þetta er nú bara illa gert að þetta vera blöð. Þetta er bara mannvonska. Já, þetta er samt alvöru challenge fyrir þig. Þetta er alvöru challenge. Þetta er þægilega fyrir mig. Ég er eiginlega bara með þetta. Nú, hvað er fyrsta þér? Sko, ég ætla ekki að segja allt í einu. Ég ætla að kasta boltanum yfir á Egil síðan. Ég ætla aðeins að mér langar að heyra hans hugarangur. En ég ætla að byrja á þeim sem ég myndi giftast. Já. Og ég myndi giftast Schwarzenegger er mikið, Schwarzenegger er náttúrulega, við erum að tala um Tortimandan, við erum að tala um Last Action Hero, við erum að tala um Commando. Slá í kallin. Já, Commandos, hann drap 7000 menn í myndinni. Ég er mjög mikill, ég er rosalegu Schwarzenegger aðdæmandi en ég held að væri samt skemmtilegra að vera giftur Stallone. Þú ætlar að giftast Sylvester Stallone? Já, mér finnst einhvern veginn bara svona, ég held að hann geti verið aðeins meira svona kamó og bara, er ekki Schwarzenegger svolítið bara svona, svolítið jakkafattakall í dag? Nei, hann er mjög létt yfir honum, sko, hann er grínisti, þetta er ekki alltaf á Snapchat. Hann er mjög fyndinn, sko. Nú, er hann fyndinn? Já, hann er mjög fyndinn. En er Stallone ekki fyndinn? Jú, líka, en Arnold er meiri húmóristi samt en Sly, sko. Ok, þá ætla ég að taka tilbaka, afsakið í fyrsta skipti, tekið þetta tilbaka núna, ég ætla að giftast Schwarzenegger. Það er svolítið. Þú varst að segja þú ætlar að giftast hann? Nei, ég ætla að giftast Stallone. Já, en ég ætla að giftast Schwarzenegger og ég ætla að henda boltanum aðeins yfir á þig. Þetta er hræðilegt að þurfa Þú ert að drepa einhvern annan? Já. Ég meina, þú ert væntanlega að fara að sofa hjá Matthew McConaughey. Já, það er frekar erfitt, þá þurfa ég að drepa annað hvort Sly eða Arnold. Ég myndi alltaf giftast Matthew McConaughey. Myndalegastur hann, ungur, skemmtilegur. Já, ég þyrfti að vera með einhverjum allt mitt líf, ég myndi velja hann. Hann er ekkert skemmtilegur en Arnold og Sly, sko. Líka verið mjög gaman, ég myndi giftast honum, hann myndi setja hringina og taka alright. En akkur heldur hann sér skemmtilegur? Það er bara að sér það í viðtölum og eitthvað, þetta er toppnáðingi. Arnold og Sly er líka skemmtilega í viðtölum, sko. Ég bara heyri eitt hvað Sly segir þegar hann er í viðtölum, það skilst. Það voru að gera grína að vesunna sem er með í munni, hann er með svona föllin í munnunum og þú var það nefnilega að nota því. Það er ég að gera grína þegar ég skil ekki hvað hann segir. Ég er bara að tala sannleikann. Hann er bara með hennar fæðingagalla og þú veist gaman ekki að grína því. Nei, það er engin fæðingagalla að vera búin að fara í 90 botox aðgerðir, sko. Það er ekkert að hjálpa þessu sjúkdómi hans. Hann er ekki búin að því. Hann er fyrirhandi klámyndastjarna. Og hann er líka að setja þetta risastóran ullasokk í blöð sem er Stallone hater. Hann er að fara að taka Oscarinn fyrir Best Supporting Actor næst Óskarinn. Ég er ekki að Stallone hater. Jó, eina sem hún bara drullar hún og aldrei sagt neitt fallegt Sly Stallone. Hverjum ætlar að giftast? Og Stallone er að fara að taka Óskarsverðunin næst. Hann hefði náttúrulega fått Óskarinn bara fyrir Kópru og allt það. Óskarinn alltaf fyrir Rocky 1. Já. Fyrir handritið ekki. Núna fara fyrir Lake. Já, fyrir Creed, nýju myndina sem var að vera svakaleg. Já, sko, ég drep Matthew McConaughey. Nei. Þú elskar hann meir en allt. Ekki meir en Sly og Arnold, tímiður. Það ætlar að drepa Matthew McConaughey. Ég verð bara, ef ég þarf að drepa einhvern Matthew McConaughey. Ég ætla að renna inn í Sly og giftast Arnold. Það er bara þannig. Renna inn í? Ekki vera að endurtaka hana við. Það er ógætt. Já. Það er ógætt. Ég Þú ætlar að giftast. Ég ætla að giftast Schwarzenegger. Eins og við talum á hann er djókari. Hann er til í að fá sér nokkra bjóra og eina smelli í pottet með mér svona þegar hann fær sér í glas og hann er bara hann fær sér vindil. Já, vindil og spila smá PlayStation og segir mér skemmtilega bransasur. Ég ætla að ég er mikill Stallone maður líka, sko. Ég held rosalega mikið upp á Stallone líka. Ég er sko mjög veikur fyrir öllum sem 80s actionhetjum, sko. Mér langaði eins og að fá með tattoo, bara vera með svona all andlitin hérna, vera með Van Damme, Wesley Snipes, Seagal, Sly, allan nema Norris. Hverjum ætlar að sofa? Ég ætla að sofa hjá Sly Allir báður að drepa Matthew McConaughey. Já, ég er ekki. Þú setur þetta svona upp. Þú setur þetta, það er ekki hægt annars, sko. Eina sem ég veit er ég myndi giftast Matthew McConaughey, staðfest. Hefði Caprio verið að inni, þá hefði þetta verið erfitt fyrir mig. Já, þetta var sofa og giftast drepa og ég held að það sé skemmtilega þurrum íslenskunum, en mér langaði að prófa þetta. Já, kæra hlustundir, þeir eru búin að vera að hlusta hér á FM 95 Blöð, á FM 957 þennan föstudaginn 11. desember og við drengir þökkum ekki kella fyrir það. Aha.
og það er búin stemming. Já, mikil stemning og gott að vera komin aftur. Já, þetta var fljótt að líða. Þetta er næst síðasti þáttun árinu. Síðasti þáttun okkar er næsta föstudag sem að við ætlum að hafa svona, netta jólabombu. Já, heyrðu, byrju, síðasti þátturinn okkar á þessu ári næsta föstudag. Já, því að svo eru bara föstudagarnir eru aðfangudagur, nýjárs og gamla árs. Þetta er allt hittið þann á. Við getum ekki næsti þáttun okkar eftir næsta þá. Þess að við erum næsta föstudag. Svo er ekkert fyrir 8. janúar. Eigum við ekki að dreyta gestum og tilkynna gestina á Twitter. Já, og bara vera með svona netta jólabombu eða ekki. Jó, ekki komið tíma á það. Jó, það er bara hannig. Já, við verðum með svaðalan jólaþátt næsta föstudag. Kæru hlustendur, við lofum ykkur því. Takk kærlega fyrir hlustendur. Hvernig er helginni okkur drengir? Hún er bara nokkuð góð sko. Já, ég er að fara í jólahlaðborð á morgun. Það er náttúrulega, þú veist, við hefum ekkert komið inn á málana. Gunni Nels er að slást á laugardaginn. Já, rosalegt. Við reyndar við erum konið í keppni á Betton. Við þrír hver er fljótastur á okkur að og það fyrir allt í gott málefni. Hver er fljótastur á 100 ást? Ég strax byrjar að hata ykkur fyrir að ná mér inn á þessar gamla síðu, en málið er það, ég er til í það og ég ætla að setja, ég veit ekki hvað þetta er mikið, en ég ætla að hólka á það að Gunni vinnur. Ég hef það mikla trú á því að Gunni sé að fara að pakka þessum gæða saman. Já. Og ég held að sé að fara að gerast í fyrstu lótu. Að max annari. Já, ok, en við vorum með limit og máttur ekki byrja með meira en 30, ætlar að setja allt inn á Bestan á morgun á Gunnar Nels. Já, ég hef það mikla trú á honum. Egil, hvernig er helgin þér? Þú ert að fara jólahlaðborð hvar? Jólahlaðborð og síðan Gunner og síðan United 17:30, Dreigi Riðla hérna 17:00, þetta er morgundagur. Þetta er svaða helgi. Laugardagur er svakalur. Það verður svaka partí á Kex, það hefur dregið, sá ég á Facebookinni, ég ætla að mæta þanga. Já, og svo viti allir hvað þeir að fara að gera klukkan 20:05 á sunnudaginn. Já, aðtunum okkar. Við verðum lindir við skjáðum. Já, fyrsti þáttum aðtunum okkar á sunnudaginn klukkan 5 minútur yfir 8 á Stöð 2. Endilegt tjekkja því, kæru hlustendur. Takk fyrir hlustunum í dag, farið valið helgina og eigið góða helgi því eins og það heyrið, hún er mögnuð. Sestu við færibandið og veldu þann sem þér þykir bestur. osushi.is. Bylting í varalit. Nýji Only One varaliturinn frá Rimmel er komin í verslanir. Hann er endingagóður, þægilegur og rakagefandi. Þú fær allt í einum varalit. Lengi lifið í Only One. Get the London look. Láttu draumaðina nám erlendis rætast. Kannaðu hvað er í boði á kilroy.is. Hvítari tennur og bjartara bros jólin. iWhite tannkvítunarvörurnar færðu hjá okkur. Apótekarinn. Lægra verð. Dublines og Guinness Kind. Settu Phantom 3 í jólapakkan og þú fær DJI tösku í kaupati. Dronefly.is. Þegar þessi auglýsing er búinn, þá fyrst veistu hvar þú ætlar að horfa á Gunnar Nelson, Conor McGregor og Jose Aldo. Þú verður í Keiluhöllinni í Egilshöll nema þú sér trilli í Las Vegas. Keiluhöllin Egilshöll sýnir alla UFC-bardagana á 4 risaskjám og 60 sjónvarstækjum. Pizzaofnarnir á Shake & Pizza verða opnir alla nóttina og einn heppinn pizzakaupandi vinnur tempurrúmið hans Gunnars Nelssonar frá Betra Bak að verðmæti 470.000 krónur. Þú segir örugglega Gunnars Nelsson. Þú segir ekki Gunnars Nelssonar. Þú segir ekki John Lennon. Tilboð af jólatúborg á krana alla nóttina og Sim og Jói, sem eru við, farfellu. Mættu tímalega, við tökum ekki nema 400 manns í húsið. Keiluhöllin Egilshöll Sportbar. Þú verður ekki annar staðar. Hó, hó, hó. Desember tilboðin í 10.11 eru mætt. Brakandi leysflögur á aðeins 399 krónur. Börn orkudrykkur á 299 krónur. Celebration skóðgæti á 399 krónur. Og styrður stekkjastöð á aðeins 99 krónur. 10.11. Fljótlegt og þægilegt. Ertu búinn að smakka hátíðarkalkúnin í IKEA? Ljúffeng veislumáltíð á sama frábæra verði og í fyrra. Aðeins 1295 krónur. Við tökum vel á móti þér. IKEA. Kvistmálsbátur vikunar er smalabiti, bragðgóður bátur með lambakjöti, sveppum, tómatum, mozzarella-osti, bernesósu og kryddi. Kvistmás, þú finnur okkur á Ólís. Nefndu þrennt. Jólastemningin er á vegamótum. Ég elska að daðra. Mitt engamál. Og þú út í kvöld. Smoky Nudes augnskuggapalettan frá Goss Copenhagen gefur þér endalausa möguleika. Það er ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 blöð. Í
gegnum daginn. Á þessum líka frábæra föstudegi, verið velkominn og gaman að heyri ykkur. Kristur heiti ég og við ætlum að vera hér saman til klukkan 8 í kvöld og það er boðið Amerikan Bar. Ég þakka auðvitað drengjónum í FM 95 blöð fyrir. Jæks, ég komið sixpack.